Kærar þakkir Jörundur og ágætu gestir og samstarfsfólk. Það er mjög mikill heiður að ávarpa ársfund Stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands og ég þakka ykkur öllum fyrir að koma og ekki síst þeim sem hafa komið langt að. Stofnun Rannsóknasetra Háskóla Íslands var sett á fót upp úr síðustu aldamótum og fyrsta rannsóknarsetrið hóf starfsemi á Höfn í Hornafirði í nóvember 2001. Við stofnun Rannsóknarsetra störfuðu á síðasta ári 35 starfsmenn og stöðugildi voru 21 við 8 rannsóknarsetur á 10 starfsstöðum landið. Á síðasta ári var opnað nýtt rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Ströndum, þjóðfræðistofa sem tók til starfa með ráðningu verkefnisstjóra Jóns Jónssonar þjóðfræðings. Nú í haust. Rannsóknir í þjóðfræði verða þar í öndvegi með áherslu á miðlun og hagnýtingu þjóðfræðilegrar þekkingar. Óska ég nýju rannsóknarsetri og starfsfólki þess góðs gengis við að koma setrun á fót og er það ánægjuefni að innan stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands sé nú setur á sviði félagsvísinda. Þá er einnig mikil uppbygging framundan hjá Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurlandi. Í vor verður ný starfsstöð Rannsóknasetursins opnuð á Laugavatni í kjölfar breytinga sem þar er að verða með flutningi íþróttafræðinnar til Reykjavíkur. Það að setja rannsóknarsetur að Laugavatni á laggirnar er liður í að tryggja áframhaldandi starfsemi Háskóla Íslands á Laugavatni og nýta þau tækifæri sem umhverfið, aðstaðan og mannauðurinn þar býður upp á. Meginviðfangsefni rannsóknarsetursins verða rannsóknir á landnotkun og líffræðilegri fjölbreytni. Rannsóknarviðfangsefni rannsóknarsetrana eru nú orðin afar fjölbreytt og spanna allt frá lífríki hafsins, umhverfi og landnýtingu, hvölum, fiskum, fuglum, ferðamálum, bókmenntum, sagnfræði, fornleifafræði og eins og ég nefndi nú síðast þjóðfræði. Samningur Mennta- og menningarmálaráðuneytis og Háskóla Íslands starf Stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands frá árinu 2012 hefur reynst starfseminni gríðarlega mikilvægur. Og ég vil þakka Mennta- og menningarmálaráðherra sem og ráðuneytinu fyrir stuðning og skilning á mikilvægi starfsemi rannsóknarsetrana allt land. Viðræður endurnýjun samningsins standa yfir og berum við nokkrar væntingar til þeirra. Í stefnu Stofnunar Rannsóknasetra frá 2015 var eitt markmiðanna að fjölga föstu starfsfólki, sérstaklega á þeim rannsóknarsetrum sem enn hafa einn fastan starfsmann og vonandi verða stigin skref í þá átt á næsta ári. Auk framlagsins opinbera í gegnum fyrrnefndan samning Mennta- og menningarmálaráðuneytisins leggur Háskóli Íslands starfsemi rannsóknarsetrana til að fjárveitingu sinni. Eins og fundamenn eflaust þekkja er háskólinn að ganga í gegnum hremmingar og niðurskurð, en þó má segja að það hefur, og má fagna því að það hefur tekist að standa vörð starfsemi rannsóknarsetrana. Sértekjur eru einnig verulegur hluti af heildartekjum stofnunar rannsóknarsetrana og er sérstaklega ánægjulegt að sjá erlendar sértekjur hennar aukast. Til marks þróun Rannsóknasetra Háskólans eru nú að klárast eða eru í gangi á setrunum 3 rannsóknarverkefni sem eru styrkt af rannsóknarsjóði vísinda og tækniráðs. Nú síðast hlaut Ragnar Edvardsson, sérfræðingur við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum, ásamt samstarfsfólki sínu styrk til verkefnisins Verslun og hvalveiðar Hollendingar á Íslandi á 17. og 18. öld. Þar áður fékk Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, forstöðumaður Rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum styrk til verkefnisins Kollstóri ásamt samstarfsaðilum. Þá er Tómas Gretar Gunnarsson, forstöðumaður Rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi að ljúka rannsóknarverkefninu Áhrif umhverfis og lýðfræði á farhætti fugla með samstarfsfólki sínu. Af erlendum styrkjum má nefna að Marianne Rasmussen, forstöðumaður Rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Húsavík, er þáttakandi í öndvegisverkefninu ArcPath
sem styrkt af Nordforsk. Ég nefni þetta sem dæmi því árangur sjóðasóknar starfsfólks rannsóknarsetranna alls ekki sjálfgefinn. Hann afrakstur áralangrar vinnu og einurðar við rannsóknir og skrif styrk umsókna í afar harðri innlendri og erlendri samkeppni. Ég óska því vísindafólki okkar hjartanlega til hamingju með þennan árangur. Styrkveitingarnar til marks gæði rannsóknarstarfs rannsóknarsetranna og þá möguleika sem í starfsemi þeirra búa. Stuðningur einstakra sveitarfélaga setrunum einnig mikilvægur og vil ég þakka bæjarstjórn Bolungarvíkur kaupstaðar, Skagastrandar, Hornafjarðar og Norðurþings fyrir þeirra velvilja og stuðning við rekstur rannsóknarsetra Háskóla Íslands á hverjum stað. Þá vil ég einnig þakka bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs en með stuðningi sveitarfélagsins var sett á laggirnar rannsóknarverkefni Maður og náttúra 2015. sem vonir standa til að verða varanlegri starfsemi á Austurlandi. Kæru ársfundagestir, í nýrri stefnu Háskóla Íslands, sem samþykkt var í fyrra, öflugur háskóli, farsælt samfélag, skilgreind markmið háskólans til næstu ára. Meðal markmiðana að efla starfsemi rannsóknarsetra Háskóla Íslands á landsbyggðinni og að starf þeirra verði betur samþætt við fræðasvið og deildir skólans. Ég veit að viðræður í gangi milli stofnunar rannsóknarsetrana og einstakra deilda skólans þennan þátt og vona að þær viðræður klárist með góðri niðurstöðu á þessu ári. Að mínu mati hafa rannsóknarsetur Háskóla Íslands sannað gildi sitt við eflingu rannsókna, háskóla og atvinnustarfsemi á landsbyggðinni og sem mikilvægur þáttur í að auka tengsl háskólans víða land. Með starfsemi rannsóknarsetrana vill Háskóli Íslands leggja sitt af mörkum við þróun fjölbreytts atvinnulífs og mannlífs og tryggja að þekkingarsamfélög og rannsóknarstarf byggist upp landið. Samstarf rannsóknarsetrana við sveitarfélög, fyrirtæki, náttúrustofur, þekkingarsetur, aðra háskóla, aðra stofnanir og einstaklinga þeim afar mikilvægt og það ánægjulegt að fulltrúar margra þessara aðila hér samankomnir í dag. Mig langar að lokum að færa öllu starfsfólki stofnunar rannsóknarsetra Háskóla Íslands og ráðgefandi nefnd stofnunarinnar kærar þakkir fyrir þeirra góða starf á liðnu ári leið og ég óska ykkur allsins besta á nýju starfsári. Kærar þakkir. Þakka fyrir Jón Atli fyrir hlý orð í okkar garð og vonandi við traustsins verð og þú náttúrulega sýnt okkur mjög jákvæður garð okkar stofnunartíð og þakka fyrir það. Nú næsta dagskránni þá það Anna Dóra Sæþórsdóttir, prófessor í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Hún mun flytja erindið ferðaþjónustu og virkjanir sem gerendur í byggðaþróun. Háttvirtu rektorar og góði gestir, fyrirferð ferðaþjónustunnar í íslensku samfélagi hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum. Það svo sem ekkert sér íslenskt fyrirbæri vegna þess að ferðamennska í heiminum hefur vaxið mjög hratt. Það fóru 1235 milljón ferðamanna á milli landa á síðasta ári og svo bætast við allir þeir sem að ferðast innan lands. Þannig að ferðamennska í heiminum bara orðin ofboðslega umsvifamikil. Það leiðir að sér að ferðaþjónustan sem atvinnugrein í kringum þessi ferðalög, hún skapar 10% af landsframleiðslu í heiminum. 1 af hverju 11 störfum í heiminum störf í ferðaþjónustu og greinin líka 3. stærsta útflutningsgrein heimsins.
og hún gegnir alltaf meira og meira hlutverki í þróun byggða á landinu og víðsvegar heiminn. Hún skapar atvinnutekjur og leiðir til betri nýtingu innviða. Hún stuðlar að betri dreifingu fjármagns almennt frá ríkari samfélögum til þeirra sem hafa minna af fjármagni og hún styður oft við ýmsa aðra atvinnuvegi, landbúnað, fólksflutninga, garðyrkju og ýmislegt annað. Nú, hér á landi þá hafa menn oft rætt hvað skuli gera við náttúruauðlindirnar og hvar liggja tækifæri Íslands til verðmætasköpunar. Og þá ber oft í sömu andrá að menn nefni annars vegar ferðaþjónustuna og hins vegar nýtingu orkuauðlindanna til virkjana. Auðlindir þessara beggja greina dreifast víða land og hafa hingað til nýst til þess að efla byggðir landsins. Virkjunum og stóriðju var lengi hampað af stjórnvöldum sem einu eða allavega einni af mikilvægustu leiðunum til þess að efla byggð í landinu, oft á tíðum einu leiðinni. Hjá Róma þá bentu náttúruverndarsinnar á að fegurð náttúrunnar væri líka þess virði að vernda, bæði hennar sjálfra vegna en einnig vegna fegurðar óbeislara náttúrukraftana. Oft máttu þau rök sín lítils í umræðinni og sérstaklega þegar þjóðin var að berjast úr sárri fátækt og að byggja upp velferð sína þá voru þessi fegurðar rök ekkert sérstaklega veigamikil. En síðan hefur umhverfið breyst og til þess að leysa úr þessum ágreiningi sem hefur verið nýtingu af náttúruauðlindanna þá fóru stjórnvöld af stað með verkefni sem hefur og í daglegu tali kallað rammaáætlun þar sem menn reyna að leysa úr þessum ágreiningi, hvernig við eigum að nýta orkulindirnar. Fyrsti áfangi fór á stað árið 1999 og þriðji áfangi í meðferð á Alþingi þessa dagana. Í þessari vinnu í rammaáætlun þá eru 4 faghópar sem að fjalla mismunandi verkefni. Einn af þessum faghópum fjallar áhrif virkjana hugmyndana á ferðamennsku og útivist og það hluti af þeirri vinnu sem ég ætla að segja ykkur frá hérna í dag. Nú, fjöldi ferðamanna hér á Íslandi hefur vaxið geysilega hratt og á síðasta ári komu tæplega 1,8 milljón ferðamanna hingað til lands. Nú, gjaldeyristekjur fylgja komu þessara ferðamanna og núna ferðaþjónustan orðin stærsta gjaldeyrisskapandi greinin, skapar 39% af útflutningi landsins sem stærra heldur eða meira heldur en bæði sjávarútvegur og stóriðja samanlögð. Og það má segja að það sé núna komin verðmiði á þessa fegurð og við hugsum jú alltaf í krónum og aurum þannig að nú getum við farið að ræða málin. Stóriðjan hefur verið að vaxa líka og notað meira land undir sín umsvif. Stærsti hlutin af þeirri orku sem framleidd, hún fer til stóriðju 79%. Nú, störf í stóriðjunni, þau eru 2,7% af öllum störfum í landinu. 57% þeirra á landsbyggðinni, 43% á höfuðborgarsvæðinu og þessi fjöldi hefur staðið nokkurn veginn í stað undanfarin áratug. Störfum í ferðaþjónustu hefur hins vegar fjölgað mjög mikið og eru núna 13% launþega eða 26.000 störf. 30% þeirra á landsbyggðinni og 70% á höfuðborgarsvæðinu. Nú en það sem ég ætla að segja ykkur frá í dag, eða ég ætla eiginlega að gefa ferðaþjónustuaðilum rödd í þessa, sem innlegg í þessa umræðu og eitt af því sem við fórum víða land og tókum viðtöl við ferðaþjónustuaðila og vorum að ræða mismunandi virkjunarkosti, þá spurðum við líka hvaða möguleika hefur ferðaþjónustan á því að efla byggð í landinu og þetta semst viðhorf ferðaþjónustuna til þeirrar spurningar. Og við vorum á nokkrum svæðum á landinu og völdum þau með tilliti til þess hvaða virkjanakosti var verið að spyrja. Og þetta voru 26 virkjanakosti sem voru fyrst og fremst að horfa á, 4 í Skjálfandafljóti, 3 í Skagafirði, 2 inn á miðju hálendinu, 1 við Hagavatn og í Skaftárhreppi, Skjálfandafljóti og svo Reykjanesinu.
Og við ræddum semst við fólk á þessum svæðum sem að starfa við mismunandi tegundu ferðaþjónustu, fólki sem að seldi gistingu eða afþreyingu þessi svæði, en líka fólki í Reykjavík sem að var að reka ferðaskrifstofu sem að voru með ferðir þessi svæði. Þetta semst eiginlegt sjónarhorn, þar að segja við erum að taka viðtöl við þetta fólk og þetta endurspeglar ekki þar með endilega einhvern sannleika, heldur sín viðmælanda á það sem við erum að ræða, bara hvernig telur hann hlutin að vera. Og svo þegar við vorum búin að taka viðtölin þá greindum við þau eftir svona megin þemum sem við fundum í þessum viðtölum. Nú, þegar við spurðum hvort að fólksfækkun væri áhyggjuefni í sveitarfélaginu, þá var einn sem að sagði að hefðu við talað við hann fyrir 4 árum síðan, þá myndi hann segja já, en í dag væri þetta ekki lengur áhyggjuefni vegna þess að þetta væri ferðaþjónustan sem að hefði komið til sögunar og hefði hjálpað mikið til og það vantaði frekar störf, vantaði fólk til þess að vinna þau störf sem að var að vinna. Og þetta var semst viðmælandi í Skaftahreppi og hann sagði það að fólk getur haldið áfram að búa hérna og það fólk sem var flutt frá okkur en flutt núna til okkar aftur vegna þessara starfa sem að greinin hefur skapað. Í Þingeyjarsveit þá talaði viðmælandi að fólki hefði fækkað en menn voru farnir að sjá til Bakka, þetta árið 2016 sem við erum að taka þessi viðtöl, þannig að það Bakki farin á stað og en líka fleira, þannig líka ferðaþjónustan og koma til sögunar. Nú, það sem hefur verið að gerast í ferðaþjónustuna, það að koma fleiri á jaðartímum og á vetrartímanum. Og þetta breytir öllu fyrir þá sem í rekstri, það verður svo miklu hagkvæmari rekstrargrunnurinn. Þannig að á Suðurlandi, þar sem að þessi aukning fyrst og fremst að skila sér, þá sagði einn aðili bara á 5-6 árum hefur orðið bylting í því að reka ferðaþjónustufyrirtæki vegna þess að háönnin hefur lengst og núna allavega hálft árið. En þetta ekki að skila sér alveg allt land, þannig að í Þingeyjarsveitinni þá aðalvandinn en það árstíðasveiflan, en það samt mikil fjölgun og að lokum muni þetta koma til okkar norður. Sérstaklega vegna þess að Suðurlandi að fyllast, gullni hringurinn og Suðurströndin bara full og þá hlýtur þetta að fara að skila sér norður til okkar líka, þannig að mikil bjartsýni. Nú, það mikil atvinnusköpun í kringum þessa grein. Hérna var dæmi frá Akureyri, hann var nýlega búinn að stofna fyrirtæki og það vinna þar 70 manns og hann sá fram á eftir 1 ár þá þarf hann að vera búinn að tvöfalda þann fjölda til þess að hafa undan eftirspurninni afþreyingafyrirtæki. Nú, en íbúi Bláskógabyggð, hann benti á auðvitað virkjanaframkvæmdir koma með gríðarlega mikla atvinnu inn í sveitarfélagið, en það bara meðan að byggingatímanum stendur. Þannig að það eru fá heilsársstörf sem að verða bara vegna virkjunarinnar per se. Það fer eftir hvar þú síðan byggir upp atvinnu kringum orkunýtinguna. Á meðan að eitt blómlegt hótel, það ber 30-40 starfsmenn. Það eru árekstrar á milli greinana, þær eru báðar að nýta sömu auðlind en orkuframleiðslan hún rýrir gildi hennar til náttúruskoðunar fyrir ferðamenn var svona flestir sammála sumir töluðu að þetta eyðilagði ímyndina. Það breytast markhópar þar sem búið að virkja, það eru öðruvísi ferðamenn sem koma á manngerðari staði. Nú, það mikið ljós í kringum þessa virkjanir og fyrir norðurljósaferðir sem stór söluafurð á vetuna, þá ekki gott að vera með vel upplýst svæði. Þannig að þótt að sé búið að leggja góða vegi af þessum virkjunum og góðir vegir geta gagnast ákveðinni tegund ferðaþjónustunnar, þá þegar það allt upplýst þar sem að þessir vegir þá gagnast þetta ekki til norðurljósaskoðunar. Nú, flúðasiglingar í Skagafirði hvað bestu möguleikar til flúðasiglingar í Evrópu, bæði dagsferð og lengri ferðir. Og í Skagafirði þá höfðu mann áhyggjur á því að ef flúðasiglingar myndu fara úr byggðarlaginu, þá myndi það hafa áhrif á alla ferðaþjónustu vegna þess að þetta væri svo samhangandi. Fólk sem að koma í rafting, það gistir gjarnan kvöldið áður en það fer og svo líka kvöldið sem það stundaði afþreyinguna.
þannig að 2 nætur í gistingu pluss veitingastaðir, þannig að þetta væri svo mikil velta sem að ferðaþjónustan skapar, þannig að ef þetta er farið þá myndi það draga úr veltu allra fyrirtækjana. Nú, sumum fannst virkjanir allt í lagi, en bara ekki alls staðar, til dæmis ekki á miðhálendinu. Aðrir ræddu að það væri hamlandi fyrir þróun ferðaþjónustunnar, vita ekki hvar þið virkjað á næstunni, þannig að það væri ekki hægt að fara út í fjárfestingar af því að það mögulega væri ónýtar eftir einhver tíma eða búið að taka einhver aðra ákvörðun landnýtingu. Aðrir sögðu að þetta væri farsæl sambúð, að þetta gæti að sjálfsögðu farið vel saman. Það voru ekki margir sem sögðu þetta en þeir voru nokkrir og sögðu að ferðaþjónustan mjög sveigjanleg og hún getur aðlaga sig hverju sem Svo getum við alltaf líka bara stíla inn ákveðna markhópa. Amerikanar, þeir væri til dæmis ekkert viðkvæmir fyrir þessu. Virkjanir hafa ákveðið aðdráttarafl. Ykkur að skoða stífluna fyrir austan og jarðhitavirkjanir, þannig að fólk hefur áhuga á sjálfbæri framleiðslu orkunar og hérna finnst það aðdráttarafl sem slíkt. Litlu smávirkjanirnar sem eru víða land, það væri hægt að gera jafnvel meira úr því heldur en gert en hins vegar þá væru virkjanir í sjálfu sér ekki aðdráttaraflið heldur væri svona rjóminn ofan á. Það þarf að vera meira samtala milli greinanna. Það þarf að ef það hægt að nýta þessa góðu vegi sem eru gerðir vegna virkjana, þá þarf að hafa þetta þannig að ferðaþjónustan geti haft gagn af þessu líka. Það áhugi að hálfu ferðaþjónustuaðila, sagði einn, að það væri hægt að gera þetta sem sagt ef þetta væri á jafningjagrunni. En síðan benti viðmælandi Skaftárhreppi á það að þetta væri náttúrulega bara bæði mjög brothættar atvinnugreinar, viðkvæmar atvinnugreinar og ferðaþjónustan væri þá ennþá viðkvæmari vegna þess að það þyrfti ekki nema 1 alvöru eldgos og þá færu mörg hótel á hausinn. Það voru ótal fleiri atriði sem voru nefnd, en þegar við Sæunn vorum aðeins að reyna að skipuleggja þetta ársþing, þá vorum við sammála það að það ættu allir að geta sagt sitt á 15 mínútum og þá vissi ég ekki að ég ætti að tala, þannig að ég hef sagt að ég get aldrei sagt frá þessu öll á minna klukkutíma. En það var fullt af öðrum atriðum sem voru nefnd. Skipulagsmál, umhverfismál, húsnæði, að aðkomu fólk sem kemur til þess að starfa við ferðaþjónustuna í að því að það vantar svo mikið að starfsfólki, að það blandaðist illa við byggðirnar, þannig að þetta eru svona 2 samfélagshópar sem mynduðust. Það þarf líka að hafa í huga þetta sem ég búin að segja, þetta huglægur veruleiki viðmælandana, þetta ekki staðreyndir heldur bara hvernig fólk sér hlutina fyrir sér. Kannanir sem ég hef gert víðsvegar landið sýna að ferðamenn eru almennt á móti virkjunum, þar sem ekki búið að virkja, en síðastlið sumar þá hins vegar vorum við með könnun á Blöndusvæðinu, þar sem búið að virkja og þar kom í ljós að stór hluti ferðamanna, eða 87%, tók ekki eftir þeim virkjana mannvirkjum sem eru þarna. Þannig að þetta sannarlega eitthvað sem þarf að skoða betur. En það sem þarf alveg sannarlega að gera, það að gera heildræna landnýtingar áætlun fyrir ferðaþjónustuna á sama hátt og menn hafa verið að vinna með orkuauðlindirnar í rammaáætlun. Ferðaþjónustan flókin, dýnamísk, sundurleit atvinnugrein og það ósælega flókið og ég vorkenni alveg stjórnvöldum fyrir að reyna að búa til stefnu. Þetta flókið. En markmið í svona stefnumótun á að mínu mati að vera að efla byggðir með því að stuðla að bættum lífsgæðum þeirra sem þarna búa. Takk fyrir. Við höfum tíma fyrir eina stutta spurningu ef einhver með það, endilega standa upp og kynna sig. Engin spurning. Alveg slættið, Þórður heiti ég, þakka kærlega fyrir þetta. Hvað svona af þessu kom svona þér mest á óvart, eða ekki að segja það, þessum vitum? Eða fannst þér áhugaverðast? Það alveg skýr skilaboð frá meiri hluta viðmælanda að náttúran, fossarnir eru auðlind og ef auðlindin farin þá getur fólk ekki verið í þessum business. Þannig að það verður að því leyti að taka tillit til þessa vegna þess að þetta störf sem dreifast mjög mikið. Þetta ekki bara í fáum byggðarlögum
þar sem eru eins og fyrir austan, þar sem að skapast nokkur hundruð störf en bara í 2 eða 3 sveitafélögum, heldur þetta störf sem að dreifast mjög víða. Og til þess að landið þá nýti sem auðlind fyrir þennan fjölda, þá þarf að passa upp á þessa auðlind. Og það var það sem að mér fannst viðmælendur gera sig grein fyrir, að þetta okkar. Þið getið spjallað við hana í kaffihlénu sem eru eftir og fengið svona nánari upplýsingar þetta forvitnilega verkefni. Þá er komið að Gyðu Þórðarsdóttur sem doktorsnemi við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands og hún ætlar að svara þessari erfiðu spurningu ferðamenn, hvert fara þeir? Komið sæl, Gyða heiti ég og ég ætla að reyna að svara þessari erfiðu spurningu, hvert þeir eru að fara, blessaðir ferðamennirnir okkar. Ég hef verið að vinna í þessu talningabrasi með Rögnvaldi Ólafssyni sem er einn af mínum leiðbeinendum. Ég hef verið í þessu undanfarin ár en hann er búinn að vera sennilega áratug í þessu. Og núna erum við komin með 80 teljara víðs vegar um landið eins og við sjáið. Það eru 8 gönguteljarar og 72 bílateljarar. Við erum með 45 teljarar sem eru á áfangastöðum ferðamanna og það eru 27 umferðateljarar sem við notum þá í rauninni á sama hátt og Vegagerðin gerir. 37 af þessum teljurum eru heilsársteljarar og 43 eru bara yfir sumarið. Og það eru þá þessi teljarar sem eru þá á hálendinu, auk nokkur að teljara sem eru á lálendistöðum sem er bara ferðamennska yfir sumartíman, til dæmis á Vestfjörðum. Hvert fóru þeir? Ég ætla ekki að sýna ykkur mun á milli ára í dag, þó ég gæti það alveg. En ég ætla að sýna ykkur bara árið 2016 og ég ákvað að velja ágústmánuð og desember. Og ég ætla heldur ekki að nota alla áfangastæðina. En ég ætla bara að byrja hérna á Suður- og Suðvesturlandi og það fóru nokkrir á Þingvelli og svo flestir fóru þangað á Suðvesturlandi og svo Sólheimajökul, Garðskaga, Fjaðrárgljúfur og Reykjanesvita. En þið sjáu líka á þessu litla svæði hvað þeim er í raunum mikið munur, til dæmis á Garðskaganum og Reykjanesvitanum á fjölda. Og eins á Fjaðrárgljúfri og Sólheimajökli. Svo höldum við áfram austur og Skaftafell, flestir fóru þangað í ágúst í fyrra, svo Jökulsárlóni og svo var Stokknes og Fláajökull og þið sjáu líka þarna að þarna nú þó nokkur munur á milli staðana. Áfram höldum við norður. Flestir fóru að Hveraröndinni og svo í Dimmuborgir og að Dettifossi að vestan. Álíka margir fóru að Dettifossi að austan, Hverfjallinu og Ásbyrginu, en fáir fóru í heimskautsgerðið á Raufarhöfn. Þá er það Norðurland vestra, Vestfirðir og Vesturland. Fleiri fóru á Hvítsárkeldur en á Illugastöðum. 7.000 manns fóru svo á Eiríksstöðum. Á Vestfjörðum fóru flestir að Dynjanda og svo Látrabjargi og Rauðasandi. Og flestir fóru að Hraunfossum og svo Deildardungukver á Vesturlandi. En þarna er líka svolítið mikill munur oft á tíðum á milli staða sem eru nálægt hvor öðrum. Við erum líka með teljara á hálendinu og það þarf kannski ekki að koma neinum á óvart að flestir fóru í landmannalaugar og mun færri fóru í Elgjá og svolítið munur á Öskjunni sem 8.000 manns fóru í ágústmánuði fyrra og svo á Kverkfjöllunum og svo fóru 9.000 manns í Þórsmörk. En ég sagðist ekki ætla að segja ykkur mun á milli ára. Þetta er eina undantekningin mín þar. Við vitum og við sjáum og við finnum það alveg að
það er fjölgun og það er fjölgun á áfangastöðunum okkar á láglendinu. En þetta sést ekki eins vel á hálendinu. Það er ekki þessi gríðarlega fjölgun á hálendistöðunum okkar eins og á láglendistöðunum. Þið sjáu eins og í öskunni frá 2011 til 2016 þá er að fjölga hérna 2000 manns, 1000 manns í Elgjá og Laka á þessum tíma sem er búið að telja og 10.000 manns í Landmannalaugum. Þá er að desember. Hvert fóru þeir í desember? Eins og ég sagði þá eru ekki allir teljarar úti yfir veturinn, þannig að það er ekki jafn margir staðir. En flestir fóru á Þingvelli eins og í ágúst og 4.000 manns fóru að Reykjanesvita. Við sjáum munið þarna á þessum Reykjavíkurstöðum, eins og má segja, og svo Fjaðrárgljúfri og Sólheimajökli. Það er þó nokkuð munur á fjöldan sem eru á þessum stöðum, þó nálægir séu. Í desember er meiri munur á Skaftafelli og Jökulsárlóni heldur en var í ágúst. Og það fór ekki nema 200 manns að Fláajökli og 3.000 á Stokksnes. Fyrir norðan þá fóru fleiri í Dimmuborg í desember heldur en að Hveraröndinni. Það var öfugt í ágúst. Og svo að Dettifossi að vestan. 400 manns fóru svo í Ásbyrgi og 1000 manns að koma að Hverfjallinu. Flestir fóru að Hraunfossum á Vesturlandi og svo að Deildartungukver og 1000 manns fóru að Glanna. En það er ekki talið á Vestfjörðum í desember og við erum ekki búin að fá gögnin frá Vatnsnesi. Eins og bara aðeins til að sjá munin að því maður er svo langt á milli þessara glæra í desember og ágúst, þá setti ég upp smá töflu og ég raðaði þessi stærðaröð eftir desembermánuði. Ég ætla bara að velja 2 staði út, Hraunfossana og Deildartungukver. Það eru 2 staðir sem eru nálægt hvor öðrum. Í ágúst fóru 45.000 manns að Hraunfossum og 5.000 í desember og við Deildartungukver fóru 28.000 manns í ágúst og 4.000 í desember. Þannig það er minni munur þarna á milli í desembermánuði heldur en í ágúst. Svo tók ég gögnin sem Ferðamálastofa safnar í Keflavík og bar saman við gögnin okkar á áfangastöðunum til þess að vita hlutfallið sem er að fara með við það sem er þá í rauninni að fara frá landinu. Þetta eru brottfarargögn. Og þá sjáum við það, ég tók þetta ekki svona sundurliðað, heldur bara alla staðan og eitt kort. Og þá fóru í ágúst 67% þessara miðað við Leifsstöð á Þingvelli, 46% fóru á Jökulsárlóni, 38% fóru á Hveraröndinni, 25% á Dettifossi að vestan og innan við 20% á alla hina staðina. Og þið séu að fór 9% til dæmis á Dynjanda og 13% í Landmannalaugar. Þá er það desember. Hvernig var hlutfallið í desember? 62% fór á Þingvöllum, 24% á Jökulsárlóni og 15% fór á Sólheimajökli og innan við 5% fór á hina staðina. Ég ákvað að taka nokkra staði hérna út, 4 staði. Þetta er árið 2016, þá sjáum við það með við Leifsstöðina að 60–80% af ferðamönnunum eru að fara á Þingvelli og svona 15–20% er að fara á Sólheimajökli í hverju mánuði. En það er meira árstíðasveifla á Hraunfossum og við Hveraröndina. En smá út úr. Við Rögnvaldur fengum í fyrra, við fengum styrk frá Vegagerðinni og gátum þá keypt tæki sem að mæla dvalartíma og við eigum 2 svona tæki þannig að við getum líka mælt ferðaleiðir. Og bara örstutt þetta. Þetta eru sem skynjarar eins og er þarna á myndinni og þeir nema Bluetooth og Wi-Fi í snjalltækjunum sem við erum með og í bílunum. Við fengum þarna 16% sýni
í Landmannalaugum og við getum reiknað það út af því að við erum með teljara líka. Og þá sjáum við það að flestir eru 1 til 4 klukkustundir í Landmannalaugum. En svo fengum við líka, starfsfólkið í þjóðgarðinum Snæfellsjökli hafði samband við okkur og bað okkur að mæla ferðaleiðir og dvalartíma í þjóðgarðinum. Því að það var ekki vitað hvernig fólkið eða hvaðan það kæmi. Kemur það norðan eða kemur það sunnan? Og þetta er mikilvægt fyrir þau vegna skipulagsins og það var að vera að byggja nýju gestastofuna á Hellisandi en gestastofan er núna á Malarrifi og þau vildi vita hvort það væri ástæða til að halda í gestastofuna í svona smærra sniði áfram á Malarrifi. Og við settum skynjaran upp, annan að sunnan, við þjóðgarðsmerkið að sunnan, rétt norðan við Arnarstapa og hinn við Gufuskála. Og þarna náum við að jafna þau svona 24 til 29% úrtæki, aðeins mismunandi eftir stað og dögum. Nú 11% þeirra sem fóru í gegnum þjóðgarðinn frá suðri til norðurs og öfugt voru styttri en 25 mínútur í garðinum. Og það voru taldir verið heimamenn að ekki gegnum þeim var sleppt í útreikningunum. En þarna sjáum við að flestir eru að dvelja í 1 til 4 klukkustundir í þjóðgarðinu Snæfellsjökli. Ég veit ekki hvort þið sjáu á kortinu hvar tækinu voru staðsett. Örstutt hér, bláa súlan sýnir þá sem að komu inn að sunnan og fóru út að norðan og græna þá þeir sem komu inn að norðan og fóru út að sunnan. Og hinir litirnir og súlutnir eru aðrar variasjónir sem er eiginlega betra að sjá bara hér. Við sáum það að 44% komu inn að sunnan og fóru út að norðan. 34% þeir komu inn að norðan og fóru út að sunnan. En 9% komu inn að sunnan, fóru aftur þar út án þess að fara norður að Hellisand. Þess að tæki sem var á Gufuskálum sá þau aldrei. Sama hlutfall, 9%, komu inn að norðan og fóru aftur þar út án þess að fara suður á Arnarstapa. 2% komu inn að sunnan, fóru aftur þar út en litu við að Hellisandi. Og önnur 2% komu inn að norðan og fóru aftur þar út en litu við á Arnarstapa. En hvers vegna erum við að telja ferðamenn? Þeim hefur fjölgað mjög mikið og fjöldin er breytilegur á milli áfangastaða eins og þau sáuð en líka innan landsvæðana. Á sumum stöðum er mikill fjöldi allan ársins hring. Innviðir og annað hafa ekki fylgt með og það er nauðsynlegt við slíkar aðstæður að gera áætlanir, setja sér markmið, fylgjast með hvernig gengur að ná markmiðunum og til þess þá þurfum við áreiðanleg gögn. Takk fyrir mig. Við höfum tíma fyrir dagspurningar. Einhver sem við fórum til að spurningu hér. Og ekki finnst þetta eðlilegt hvernig við sjáum stærðsins og þessi. Byrja á að koma sunnan og sjá jökulinn í staðinn fyrir að sjá ekki jökulinn þegar maður kemur að þessu. Tilfinning manns er svo. Sem við glemdum þér, takk fyrir áhverjum. Hvernig ætlar að nota þetta í þínum dóttorsritgerð? Ég er búin að skrifa núna aðferðafræðilega grein þetta sem gaf mér leyfi til þess að sleppa að fjalla hér. Hver er ásvöldinni? Ég er að skoða árstíðasveifluna og hvernig fólk dreifist landið út frá hreyfanleikan. Glæsilegt þakka þér fyrir. Forvillið er ekki. Nú þá er komið að Lilju Rögg Valdsdóttur sem er verkefnastjóri við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Húsavík og hún ætlar að flytja fyrirlesturinn Hver var þetta og hvað vildi hann? Erlendi ferðamenn á Húsavík, Siglufirði og í Mývatnssveit sumarið 2015.
Já, komið sæl, öll sömul. Ég heiti Lilja og ég er starfsmaður rannsóknarsetursins á Húsavík og hefur verið þar frá árinu 2012 haustið. En setrið á Húsavík var stofnað árið 2007 og megin fókusinn þar í gegnum tíðina hefur verið á rannsóknum á sjávarspendýrum sem hefur verið stýrt af forstöðumanni setursins, Dr. Marianne Rasmussen. En frá árinu 2012 þá hefur við unnið að verkefnum tengdum ferðaþjónustu og verið í góðu samstarfi þar við ýmsa aðila eins og rannsóknarmiðstöð ferðamála, þekkingarnet Þingeyinga, rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri og marga fleiri. En í þessari kynningu minni hér í dag þá mun ég fara lauslega yfir ferðaþjónustu tengd verkefni setursins og þá aðalega nýútkomna skýrslur með niðurstöðum spurningakönnunar meðal erlendra ferðamanna á þessum 4 stöðum sumarið 2015. En þau verkefni sem hafa verið unnin í tengslu við ferðaþjónustu á setrinu hafa langmestu leyti snúist svæðisbundin áhrif ferðaþjónustu. Þar má helst nefna verkefni efnahagslega áhrif ferðaþjónustu sem að byggði á viðtalskönnun meðal ferðaþjónustu aðila og þetta var unnið í Þingeyjarsýslu á árunum 2013 til 2016. En samhliða þessu verkefni að þá höfum við framkvæmt ferðavenjukannanir árlega á Húsavík og í Mývatnssveit frá árinu 2013 og síðan bættum við 2015 Siglufirði og Höfn sem ég mun fjalla þessum hér í dag og erum að vinna núna úr niðurstöðum frá 2016 og þar vorum við með 6 svæði á landinu sem er þá auk Húsavíkur og Mývatnssveitar, Egilsstaðir, Seyðisfjörður, Ísafjörður og Stykkishólmur. Hraður vöxtur ferðaþjónustunnar á Íslandi hefur varla farið fram hjá nokkru manni hér inni. Fjölgun ferðamanna hefur verið langt umfram upphaflegar spár og hefur því kallað á aðgerðir stjórnvalda til að hafa áhrif á það hvernig þessi fjöldi dreifist landið og innan ársins. Efnahagslegt mikilvægi atvinnugreinarinnar er ótvírætt en þó er það misjafnt eftir svæðum. Sums staðar hefur vöxtur ferðaþjónustunnar verið slíkur að hún telst ein af grunnstoðum atvinnulífsins á meðan að hún hefur minni háttar áhrif annar staðar. Ólíkar ástæður er einnig fyrir vali ferðamanna á áfangastöðum innanlands og þarfir þeirra geta verið misjafnar eftir svæðum. Því er mikilvægt að hvert svæði þekki sérkenni og þekki þarfir gesta sinna sem á heimamanna reyndar til að atvinnugreinin geti vaxið og þróast á sem farsælistan hátt. Iðnaðar- og viðskiptaráðherra í samstarfi við samtök ferðaþjónustuna sett á laggirnar stýrihóp árið 2015 sem að vanna mótun stefnu í ferðaþjónustu undir hatti stjórnstöðvar ferðamála. Þar var meðal annars lögð áhersla á dreifingu ferðamanna landið og öflun áreiðanlegra gagna. Einnig var lögð áhersla á uppbyggingu ferðamannastaða og stóðkerfis atvinnugreinarinnar víða land, en þessi vinna hefur nú farið af stað, meðal annars með tilkomu stefnumótandi stjórnunaráætlana ferðamálastofu. Til þess að þessi vinna geti skilað sem bestum árangri er gríðarlega mikilvægt að hún sé byggð á áreiðanlegum og svæðisbundnum gögnum. Mér langar að sýna ykkur hérna glæru með upplýsingum þau tölfræðigögn sem að til eru ferðaþjónustu á Íslandi. Hér má nefna ferðaþjónustureikninga og gistinettur Hagstofunnar, fjöldatalningar ferðamanna, ferðavenjur bæði erlendra ferðamanna og innlendra, fjöldi farþega skemmtiferðaskipa, kortavelta erlendra ferðamanna, velta í ferðaþjónustu tengdum atvinnugreinum og svo fjöldi launþega. Þessar upplýsingar teljast að langstærstu leyti til áreiðanlegra gagna og hafa tekið miklum framförum undanfarin ár. En þegar við horfum á afmörkuð svæði landsins þá minnkar heldur gagnaframboðið og það sem að einungis er hægt að fá svæðisbundin gögn tengd fjölda skemmtiferðaskipa og gistinátta. Þó ber að nefna að miklar framfarir hafa átt sér stað í fjöldatalningu ferðamanna eins og Gyða nefndi hér áðan, auk þess sem að rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar hafa unnið mat á fjölda ferðamanna eftir svæðum. Það sem að þessar upplýsingar eru þó ekki gefnar út með reglubundum hætti fyrir öll svæði eins og þessi sveitarfélög sem ég er að telja upp hér, þá teljast þau ekki hér til fyrirliggjandi svæðisbundinna gagna. En eins og ég nefndi áðan þá verðum við að þekkja þarfir þeirra sem að heimsækja staðina og þeirra sem að við viljum þjóna til þess að geta unnið að uppbyggingu ferðaþjónustu á hverjum stað. Við verðum að vita hvað það er sem að drífur þá á staðinn og hvað það er sem er sækjast eftir.
og í þessu verkefni þá lögðum við eftirfarandi lykilspurningar fyrir þáttakendur. Við spurðum bakgrunn þeirra til þess að komast að því hverjir það í raun væru sem væru að heimsækja staðinn, hvers vegna þeir væru að koma og hvaðan og hvenar þeir væru að koma, hversu lengi þeir myndu dvelja á staðnum og hvar og hvers konar gisti aðstöðu þeir myndu velja. Við spurðum einnig afþreyingu og útgjöld ferðamanna eftir útgjaldaliðum og upplifun hans, og við gáum ferðamönnum einnig kost á að koma á framfæri athugasemdum svæðið eða þá upplifun sína af heimsókninni. Niðurstöðurnar voru gefnar út í 4 skýrslum sem má finna á vef rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. Mig langar reyndar að nefna hér í þessu samhengi að þó að það sé mikilvægt að þekkja þarfir og upplifun ferðamanna, þá þurfum við einnig að huga að fleiri þáttum þegar kemur að skipulagi og uppbyggingu atvinnugreinarinnar. Jafnvægi verður að ríkja milli heimamanna, ferðamanna og hagsmunaaðila atvinnugreinarinnar. Við verðum að þekkja þolmörk staðarins og heimamanna, og því vil ég nefna sérstaklega að þegar þetta verkefni fór af stað, þá fór samhliða að stað rannsókn á vegum RMF á samfélagslegum áhrifum ferðaþjónustu á þessum sömu stöðum, það er að segja á Höfn, í Mývatnssveit og Siglufirði. Og þar voru könnuð áhrif hins hraða vaxtar atvinnugreinarinnar á íbúastaðana, menningu og daglegt líf í samfélagslegu tilliti. Eyrún mun kynna niðurstöður þess verkefnis hér á eftir, en það er mjög fróðlegt að skoða þessi verkefni saman og þann samhljóm sem að víða birtist í niðurstöðum verkefnana. En svo ég vindi mér í niðurstöðurnar þá má sjá á meðal niðurstaðna að ferðahegðun erlendra gesta var á margan hátt ólík eftir stöðum sem að undirstrikar mikilvægi þess að ofangreindir þættir séu kannaðir á hverju svæði fyrir sig. Ástæður heimsóknar, dvalarlengd, gistihlutfall og neysluvinstur erlendra ferðamanna reyndust talsvert ólíkt eftir rannsóknarsvæðunum, og aðdráttarafl hvers svæðis markaðist af sérkennum þess og var ýmist bundið í menningu svæðisins, svo sem eins og söfnin á Siglufirði, afþreyingu þar sem að hvalaskoðunum var á Húsavík, eða þá náttúru og landslægi sem var meira ríkjandi á Höfn og í Mývatnssveit. Útgjöld tengdust þjónustuframboði á hverjum stað og því sem að helst dró ferðamenn til svæðisins. En þrátt fyrir að marktækur munur á niðurstöðum hafi í mörgum tilvikum mælst á milli staða, að þá voru oft meiri líkindi með svæðunum en þegar að niðurstöðu svæða voru bornar saman við kannanir á landsvísu. Þar má nefna sem dæmi að samsetning erlendra gesta með hliðsjón á búsetulandi, hún var nokkuð svipuð á milli svæða, en hins vegar talsvert frábrugðið niðurstöðum talningar á flugstöð Leifs Eiríkssonar, sem að segir okkur að þversnið þeirra sem að koma til landsins er ekki endilega það sama og þversnið þeirra erlendu gesta sem að heimsækja landsbyggðina á sama tíma. Nokkur samhljómur var á milli niðurstaða varðandi gistimáta, ferðamáta, ferðafélaga, uppruna upplýsinga áfangastað og fleira. Ég segi svo Anna Dóra að ég þarf miklu lengri tíma til að fara yfir niðurstöðurnar allar, þannig að ég pikkaði út nokkra spurningar sem að mig langar að sýna ykkur hér og byrja þá á þeim spurningum sem sýndu hvað ólíkasta niðurstöður, og þar var meðal annars þegar að gestir voru spurður það hvort þeir ætluðu að gista á staðinum sem þeir heimsóttu. Og hér sjáum við mjög mikinn mun á milli þess sem er með lægsta og hæsta hlutfallið. Það voru ekki nema 17% viðmælanda sem að sögðust alltaf gista á Siglufirði á meðan að hlutfallið var yfir 70% á Höfn. Og þetta hefur auðvitað áhrif á dvalarlengd og svo neyslu og útgjöld á staðinum. Ef við horfum á dvalarlengdina eftir klukkutímum þá sjáum við að 70% viðmælenda á Siglufirði ætluðu einungis að stoppa í 0 til 3 klukkustundir, á meðan á Höfn var helmingur sem ætlaði að stoppa í 13 til 24 klukkustundir. Og þegar við reiknum meðal dvalarlengd út frá þessu að þá var hún 6 klukkustundir rúmar á Siglufirði, en 18 á Höfn, 16 á Húsavík og 21 klukkustund í Mývatnssveit. Við vorum með opna spurningu þar sem við spurðum
þáttakendur hver væri megin ástæða heimsóknar og svo flokkuðum við svörin á eftir. Það var svolítið fróðlegt að skoða þetta vegna þess að ef við horfum á Siglufjörð til dæmis að þá virtust menn ekki hafa eina megin ástæðu fyrir heimsókninni. Langflestir sögðu að þetta væri bara partur af hringferð og þeir stoppuðu bara þess vegna, en söfnin voru reyndar áberandi líka. Á Húsavík voru 70% gesta að koma vegna hvala eða hvalaskoðunar. Í Mývatnssveit og Höfn þá töluðu menn meira náttúruna, jarðsöguna og svo fegurð staðarins. Ef við förum síðan í ég tek dæmi spurningar þar sem að niðurstöðurnar voru líkari eftir stöðum, að þá sjáum við til dæmis val á ferðafélögum að það var nokkuð sambærilegt á milli staða. Við sjáum reyndar að hlutfall þeirra sem eru í skipulagðri hópferð var talsvert hærri á Siglufirði og í Mývatnssveit, eða 20%, á meðan hún var ekki nema 5 og 8% á hinum stöðunum. Og hvað var það gistimáta, að þá eru flestir að gista á tjaldsvæði og þar á eftir koma hótel og gistiheimili og það var ekki svo mikill munur hér á milli staða. En það var hins vegar talsverður munur á þessum niðurstöðum og svo niðurstöðum á landsvísu. Þá er vægi tjaldsvæða minna og hótela meira. Flestir voru á bílaleigubíl og hér sjáum við aftur hlutfall hópferðabíla á Siglufirði og í Mývatnssveit. Og uppruni upplýsinga, mér fannst þessar niðurstöður svolítið merkilegar og það hversu hátt hlutfall aðspurða fékk upplýsingar hjá ferðaskrifstofum. Að þar vorum við með helming aðspurða sem að sóttu upplýsingarna til ferðaskrifstofa. Ég hleypi gegnum þetta eins og ég sjáu, bara svona rétt til að sýna ykkur að helsta. Þegar útgjöldin voru reiknuð á alla gesti svæðisins, þá voru þau hæst á Húsavík og þar á eftir komu Höfn og Mývatnssveit á meðan að Siglufjörður rak lestina með talsvert lægri meðalútgjöld. Hæstu útgjöldin á Húsavík voru tengt hvalaskoðun, á Siglufirði voru þau vegna veitinga og Höfn og í Mývatnssveit voru útgjöld vegna gistiþjónustu hæst. Hér eru öll svör reiknuð inn í meðalútgjöld, þannig að við reiknum líka þá sem ekki keyptu þjónustu og svöruðu þá með 0 krónum. Þessa niðurstöður notuðum við og ásamt áætlunum fjölda á hverju svæði til þess að meta heildaráhrifin á hverjum stað. Þið sjáum væntanlega ekki mjög greinilega tölurnar á þessari glæru, en hér sjáum við að flestir ferðamanna, erlendra gesta, heimsækja Mývatnssveit eða heimsóttu Mývatnssveit 2015 og 16 eins og við sjáum hér, og þar á eftir kemur Höfn og svo erum við með Húsavík og Siglufjörð og við sjáum það að vöxturinn hefur verið heldur hægari á Húsavík en í Mývatnssveit og á Höfn. Þegar þessir þættir eru tvinnaðir saman, þá reiknuðu við heildarútgjöld erlendra gesta á hverju svæði eins og birtist hér á þessari glæru. Að þá eru þetta á Höfn í Hornafirði og voru útgjöldin hæst eða rúmir 3 milljarðar, 3,1 til 3,3. Í Mývatnssveit voru það 3 til 3,2. Á Húsavík 2,4 til 2,6 milljarðar og svo tæpa 200 milljónir á Siglufirði. Við erum að átta okkur á því samt á Siglufirði að þar er hlutfall íslenskra gesta hærra heldur en á öðrum svæðum. Og út frá þessum útgjöldum áætluðum við ársverkin sem við byggjum á verkefninu sem ég kynnti í upphafi efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu. Og samkvæmt því eru ársverkin á þessum svæðum 180 á Höfn, 170 í Mývatnssveit, 135 á Húsavík og 10 á Siglufirði. En þetta er svona það sem ég vildi fara yfir hér í dag. Ég vil endilega svara spurningum í kaffinu á eftir ef þær vakna. Þannig að ég þakka fyrir mig. Það er tíma fyrir eina litla spurningu núna, líka ef þú vilt. Einhver með spurningu? Eða hugleiðingar framkvæmdur? Ársverkin, veistu hvað mikið af þessari sumarskrá og hvað var að hitta? Sko,
Nei, vegna þess að þetta er bara áætlað hlutfall. Við reiknum þess að hlutfall út frá heildarveltu en árstíðasveiflan er þannig á þessum stöðum að það eru tæp 80% gesta sem að koma á staðina yfir sumarmánuðina 3 og 20% utan. Þá er ég að tala um Norðurland. Það er minni sveifla á Höfn en við erum ekki með þetta greint ekki eftir mánuðum. Ég get ekki talið, nei, í þessu verkefni get ég það ekki. Ég gat það í stóra verkefninu þar sem að ég spurði fyrirtæki nákvæmlega ársverk eftir tíma, en í þessu þegar við erum að áætla þetta út frá útgjaldakönnuninni að þá höfum við það ekki. En ég ber þetta saman samt við efnahagslegu áhrifin og þar get ég reynt að sjá hvort að það eru frávik eða ekki og þetta stemmir nokkurn veginn, sérstaklega í Mývatnssveit og Húsavík sem að ég hef upplýsingar. Nú þakka þér fyrir Lilja og þú nýtir bara kaffi vel fyrir svör í spurningum. Nú síðasta erindi fyrir Kaffihlé, það er erindi Eyrúnar Jenníar Bjarnadóttur við Rannsóknarmiðstöð ferðamála en það kallast Maður getur átt von á öllu mögulegu áhrif ferðaþjónustu í einstökum samfélögum. Komið sæl, Eyrún heiti ég og ég er sérfræðingur hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Ég ætla að segja ykkur frá hínum verkefni sem að Lilja var að nefna hérna áfram. Áðan segi áhrif ferðaþjónustu og einstök samfélög. Rannsóknin var unnin fyrir styrk frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Þessi mynd, við höfum oft séð hana áður þennan gríðarlega vöxt í íslenskri ferðaþjónustu sem höfum varla farið fram hjá neinum. Við finnum líka fyrir því að hann er að breyta íslensku samfélagi og því fylgja alls konar áskoranir sem ferðaþjónustan þarf að takast á við. Það er svo sem í tengslu við áhrif á náttúru landsins, álag á ýmsa innviði almannaþjónustunnar og upplifun íbúa að þrengt sé að þeim í þeirra daglega lífi. Í vegvísinum er meðal annars talað áherslu á að sátt verði milli atvinnugreinar og heimamanna og þess vegna þurfum við að huga að jákvæðum og neikvæðum áhrifum ferðaþjónustu á íbúa og menningu þeirra þar sem ferðaþjónustan geti haft í för með sér breytingar á samfélögum og samsetningu þeirra. Ég ætla reyndar að hoppa aðeins yfir þessa. Í rannsókninni þá vorum við að skoða hvaða áhrifin hraði vöxtur ferðaþjónustunnar hefur á minni samfélög og menningu þeirra og daglegt líf. Og við vorum að vinna með sömu svæði eins og Lilja var að tala nema ekki Húsavík, þar sem að Háskólinn á Hólum var nýbúin að gera samskonar rannsókn skömmu áður. En eins og Lilja sagði að þá er þarna mikill samhljómur á milli verkefnana sem að við klárlega þurfum að skoða betur. En við byggðum á 2 rannsóknum, annars vegar könnun á viðhorfum Íslendinga til ferðaþjónustu og ferðamanna árið 2014 og kom út þessi skýrsla út frá því verkefni og hins vegar rannsókn Háskólans á Hólum sem ég nefndi áðan, þar sem fókusin var nokkur þrengri. Það var gerð vettvangs- og viðtalsrannsókn þar og þar voru skoðuð einstök samfélög sem eru auk Húsavíkur, Hella, Ísafjörður og Reykjavík. Og í framhaldi af þessum rannsóknum var sem sé ákveðið að kortleggja betur þessi samfélagslegu áhrif og fyrir valinu urðu þessi 3 svæði. Nú rannsóknin okkar, hún skiptist í 2, annars vegar þá tókum við viðtöl við heimamenn á þessum svæðum þar sem við lögðum áherslu að ná til fólk sem var kannski ekki endilega með ferðaþjónustu að aðalstarfi og ég segi ekki endilega vegna þess að við leyfðum fólki að skilgreina sjálft hvort að það væri að vinna við ferðaþjónustu þannig að það voru nokkrir einstaklingar sem var kannski sögðust vera að vinna við ferðaþjónustu en voru iðnaðarmenn og fengu fullt af verkefnum út frá því. En aðalmarkmiðið með viðtölunum það var nú meira að fá vísbendingar til þess að skoða nánar í spurningakönnun sem var lögð fyrir í gegnum síma
og í símakönnun þá tókum við úrtak úr þjóðskrá meðal fólks á aldrinum 18 til 70 ára. Í Mývatnssveit að þá vorum við reyndar með þýðisrannsókn þar sem við reyndum að ná til allra íbúa þegar þetta náttúrulega svolítið fáir þar. Og svarhlutfallið var 55 til 57% svona misjafnt eftir svæðum. Og við erum búin að gefa út 2 skýrslur með niðurstöðunum og þær eru aðgengilegar inn á heimasíðu RMF sem er rmf.is. Niðurstöður, eins og Anna Dóra og Lilja sögðu, það svo mikið að taka en ég verð að velja einhver dæmi, þetta náttúrulega stuttur tími. Hérna sjáum við hvað heimamönnum fannst fjölda ferðamanna í þeirra heimabyggð á sumrin og við sjáum að Mývetningum finnst ferðamenn vera orðnir of margir á svæðinu á sumrin. Það er þannig að tæplega 80% sem svara þannig. Hins vegar sjáum við allt aðra stöðu á Siglufirði. Flestum finnst fjöldinn þar bara að vera hæfilegur og svo virðast íbúar á Höfn vera svona á báðum áttum og skiptast nánast jafnt í 2 hópa. Þar sem öðrum hópnum finnst fjöldinn allt of mikill og hinum finnst hann bara svona hæfilegur. Gráa línan hérna neðst eru niðurstöður úr landskönnun þá sem var gerð 2014 þar sem við sjáum þar að meiri hluti svarandar var eiginlega þeirra skoðunar að fjöldinn væri bara hæfilegur. Þó svo að fjöldinn sé að sumu leyti orðinn kannski full mikill á vissum stöðum og þá virtist fólkið sjálft eða ferðamennirnir ekki vera íbúnum til neins ama og heilt yfir voru viðmælendur okkar sammála að ferðamenn væru upp til hópa gott og kurteist fólk og þó svo vissulega væri hægt að finna dæmi svarta sauði inn á milli. En almennt töluðu viðmælendur okkar vel ferðamennina og þeir vildu ekki að ferðamennirnir færu sér að voða. Við hérna séum nokkur dæmi úr viðtölunum og Siglufirði var talað að þetta væri vinalegt að sjá allt þetta fólk og á hinum stöðunum var það svo sem líka þannig. Þeir Mývetningar sem við ræddum við, þeir tóku ferðamönnunum almennt vel og sumir voru orðnir vanir ýmiss konar athafnum ferðamanna án þess að þurfti að hafa einhver afskipti af því eða fólk léti að trufla sig en einhvað síður þá gæti ýmislegt gerst eins og þessi viðmælandi greindi frá að konan hans hefði séð þarna nokkra ferðamenn kviknakta að baða sig í Mývatni hávetur. Svo hann sagði bara með miklu jafnaða geði, maður getur átt von á öllu mögulegu. Og hérna vorum við að spyrja hagkerfið. Það mikil samhljómur hérna á milli svæðanna. Fólk ansi sammála að ferðamenn efli hagkerfið í heimabyggðinni. En svo í viðtölunum að þá kom í ljós að þetta kannski aðeins flóknara en svo. Við sjáum að viðhorfin eru kannski svolítið mismunandi á milli svæðanna. Á Siglufirði að þá voru viðmælendur svolítið að horfa þetta út frá mikilvægi ferðaþjónustunnar út frá samfélaginu í heild og Höfn ræddu menn mikið atvinnutækifærin og tekjur fyrir íbúana, það væri fullt af vinnu að fá. Í Mývatnssveit að þá kom fram í viðtölunum að þrátt fyrir að íbúanum fyndist ferðamenn efla hagkerfi þá höfðu þeir miklar áhyggjur af því að sveitarfélagið væri ekki að fá tekjur í samræmi við fjöldan og þessi tekjuskortur eða öllu hörður úrræðaleysi væri eitthvað sem bitnaði verulega á samfélaginu og sveitarfélagi geti þá ekki haldið uppi þjónustustigi fyrir íbúa. Ferðaþjónustan hefur jákvæð áhrif á búsetuskilyrði hér á svæðinu. Flestir vonu á því að búsetuskilyrðin hefðu batnað en þó eru viðhorfin blendin á Höfn og það kannski skýrist aðeins betur þegar við skoðum svörin við þessari fullyrðingu. En í viðtölum við íbúana á Höfn þá kom fram að skortur á húsnæði til kaups eða leigu væri stórt vandamál fyrir samfélagið og fólk var að rekja þetta mikið til umsvifa ferðaþjónustufyrirtækja. Annars vegar tæki ferðaþjónustan húsnæði fyrir starfsfólk og hins vegar í heimagistingu. Þrátt fyrir það að fólki á Höfn þætti margt jákvætt við ferðaþjónustuna að þá hefði ferðaþjónustan líka ákveðin ruðningsáhrif í samfélaginu á Höfn og í raun væri heimamönnum svona ítt svolítið til hliðar á vissan hátt. Og heimagistingin, sérstaklega í grónum íbúðagötum, væri að raska samfélagsmynstrinu þegar það væru bara gestir í sumum húsunum en ekki fjölskyldur með fasta búsetu sem tæki þátt í samfélaginu á pari við aðra íbúa. En athugið Siglufjörð, það eitthvað annað í gangi þar. Þar töluðu menn að bærinn hefði lifnað við eftir að göngin komu og uppbyggingin hófst í ferðaþjónustunni og samfélagið væri ekki lengur á niðurleið, heldur væri bara miklu skemmtilegra að búa á Siglufirði en áður.
Já, og íbúar á Siglufirði, þeir verðast ekki að finna fyrir því að komast ekki að, ef ég geti sagt þeim svo, fyrir ferðamönnum. En staðan virðist vera aðeins önnur á Höfn og í Mývatnssveit, þar sem að íbúar voru frekar þeirra skoðunar að ferðamenn takmarki aðgengi annarra að þjónustu. Og í viðtölunum að þá voru í raun og veru mörg dæmi það hvernig hið daglega líf truflað. Bæði á Höfn og í Mývatnssveit, þar sem íbúar sögðu okkur að það væri ekki hægt að fara í búðina á vissum tímum, ýmist vegna vöruskorts eða fjölda ferðamanna inni, veit ekki hvort ég kannast við þetta, komast á veitingahúsi eða jafnvel kaupa bensín á bílina á ákveðnum tímum. En á Siglufirði var bara eitthvað allt annað í gangi. Þar sögðust menn frekar fara út á meðal fólks, þá var mikið talað lengri opnunartíma í bakarínu sem kom náttúrulega til vegna ferðamannana og það breytti svo miklu fyrir samfélagið. Allt í einu var til kaffihúsamenning og bakarí var staðurinn þar sem íbúarnir fóru að hittast og það glæddi samfélagið nýju lífi. En það var reynda líka einkennandi bæði í viðtölunum og í könnuninni á Siglufirði hvað íbúarnir voru jákvæðir og bjartsýnir gagnvart ferðaþjónustunni. Og kannski sjáum við það líka hér að það eru 8-10% svarenda á Siglufirði sem telja uppbyggingu í ferðaþjónustu vera í takt við fjölgun ferðamanna. Það aftur annað upp á teningnum á Höfn og í Mývatnssveit þar sem íbúunum fannst uppbyggingi ferðaþjónustu vera í hægara lagi miðað við fjölgun ferðamanna. Og þá kom líka í ljós að íbúar á Höfn og í Mývatnssveit voru frekar á því að almannaþjónustan, innviðir og svæðið almennt tæki varla við mikið fleiri ferðamönnum miðað við núverandi aðstæður. Og svo stoltið, já. Það var mjög áhugavert að þrátt fyrir allt saman að þá var ótrúlegt að fólk var svo stolt yfir því að ferðamenn vilji koma og heimsækja þeirra heima við. Mjög skemmtilegt að sjá það. Siglfirðingar kannski aðeins stoltari. En svona ef ég dreg eitthvað svona svolítið saman að þá ýmislegt sem við sjáum í þessu. Það sameiginlegt með öllum svæðunum, fólk ekki í neinum vafa efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir samfélagið og að ferðaþjónustan efli verslun sé bæði atvinnuskapandi og bæti miklu við atvinnulífið. Eins var fólk þeirra skoðunar að það myndi hafa alvarlegar afleiðingar fyrir samfélagið ef að ferðamenn myndu hætta að koma. Það voru líka áhyggjur, fólk hafði áhyggjur af bágborinni aðstöðu, hérna sjáum við salerni, vegakerfi, bílastæði, þetta voru allt atriði sem fengu ekki háa einkunn í könnuninni. En fólk, það taldi kannski frekar aðgerðaleysi væri upp á okkur hinaklaga heldur en ferðamennina. En við sjáum líka skýrt í þessari rannsókn okkar að hvert svæði einstakt. Og staðbundin þættir virðast ráða mestu varðandi ánægju íbúa. Og við sjáum hérna í Mývatnssveit var það kannski upplifun fólks að fjárhagslegur ávinningur væri ekki í samræmi við umfang ferðaþjónustunnar, en samt sem áður að þá fann fólk til mikil stolts og það var að segja okkur líka að lífsgæðið hefði batnað. Á Höfn höfðu menn verulegar áhyggjur af húsnæðismálum og þeir hafa þurft að aðlaga sig breyttum aðstæðum. En þeir hafa líka meiri þjónustu og betri lífsgæði, samkvæmt niðurstöðum könnunar. Á Siglufirði, það bara rosalega mikið ánægja með uppbygginguna og bætt búsetuskilyrði og íbúarnir taka þátt. Það væri reynda líka áhugavert að endurtaka þarna eftir nokkur ár og kanna hvort eitthvað hafi breyst ef að svona framheldur sem horfir varðandi fjölgun ferðamanna. En kannski skýrast af öllu að þá sáum við að íbúunum þeim ekkert sama hvað í gangi í ferðaþjónustunni. Þeim andum gestina sem koma og þeim ekki sama hvað boðið upp á. Og uppbygging í atvinnugreininni ekki einkamál ferðaþjónustunnar eða fárra aðila. Hún skiptir samfélagið miklu máli, ekki síst í svona litlum plássum eins og við vorum að skoða. Og við fundum líka fyrir því að íbúarnir vilja að á þá sé hlustað. Og ég held að það sé nauðsynlegt að fylgjast með þessu áfram og helst að vera með rannsóknir til langstíma. Eðli ferðaþjónustunnar bara svo margbreytilegt. Viðhorfin geta verið fljót að breytast og stundum þarf bara lítið til sem reynir aðeins of mikið á þolrifin. Og við sjáum það líka á frægumyndinni sem ég sýndi hérna áðan að ferðaþjónustan hefur tekið með einhverjum smáræðisbreytingum hérna á síðustu 6-7 árum, mjög stuttur tími. Þannig að staðan í dag gæti verið önnur eftir hálft ár eða í 2 ár. Eða bara eins og maðurinn í Mývatnssveit sagði, og ég held bara að ég láti það vera með lokaorð í dag, maður getur átt von á öllum mögulegum. Takk fyrir mig. Þórbergur kemur ekki til sögu í þessum fyrirlestri,
enda er ég að hefja nýtt rannsóknarverkefni. En þessi fyrirlestur fjallar það eins og kannski einhver hafi séð í kynningu hvað maður getur gert þegar heimildir eru að skorna skammti og það átti nú alls ekki við Þórberg. Það var bara þurft að plæja sig í gegnum fyrst hans bækur og svo bækurnar hann og svo óbirt verk og óbirt skrif á handritadeild og svo framvegis. En núna ætla ég að segja frá allt öðru verkefni. Fyrir mörgum árum var ég að lesa bókina Rásir dægranna, eftirlátin skrif eftir Málfríði Einarsdóttur frá Munaðarnesi. Þessi bók var gefin út 1986 af Sigfúsi Daðasyni og í henni er meðal annars að finna frásögn Málfríðar af heimsókn á heimili Sigurðar Nordal og Ólafar Jónsdóttur. Og Málfríður skrifar: Ekki man ég neitt eftir veitingum þarna né sjálfu heimilinu, nema þeirri gong sem kallaði okkur á borðinu og saumaðri mynd af krossaumi af blómum í gulum litum fínt saman stiltum. Þá mynd hafði gert Guðrún sú sem kölluð var karlmaður og var dóttir, sonur Sveinbjarnar Egilssonar, en kynferði hennar hafði ruglast fyrir þeim sem áttu að ákvarða það þegar hún fæddist. Og hlaut hún að ganga með rangt ákvarða kynferði alla ævi, líklega sér og manni sínum til nokkurs meins. Samt var af því að þau ættust, en engin urðu börnin nema hvað vinnukona prestfrúarinnar kenndi henni barn og gat hún ekki borið það af sér. Benedikt Gröndal getur ekki þessara systur í dægradvöl en allra hinna. Þessi frásögn vakti hjá mér löngun til að vita meira um Guðrúnu, en ég komst fljótlega að raun að heimildir hana eru takmarkaðar. En þó lifa fáir á Íslandi án þess að skilja eftir sig einhver spor og eftirfarandi upplýsingum gat ég raða saman án þess að grúska mjög djúpt. Guðrún Sveinbjarnardóttir var fædd 19. júní árið 1831 og hún er fjórða í röðinni af 10 börnum Sveinbjörns Egilssonar og Helgu Benediktsdóttur Gröndal, konu hans. Hérna er ég með nöfnin á systkinum og því miður þá var ég að gera þessar glærur í morgun og var ekki með allar heimildir hjá mér, þannig að ég er ekki með öll fæðingarár, en öll börnin voru fædd held ég svona fyrir 1840 eða upp úr því. Engar upplýsingar hef ég fundið barnæsku Guðrúnar, en af lýsingum Benedikts Gröndals að sinni barnæsku og sínu uppeldi og fjölskyldulífinu má auðvitað draga einhverjar ályktanir og finna má einhverju upplýsingar í manntölum og vitnisburðum presta í kirkjubókum. Þegar Guðrún er 19 ára gömul, þá giftist hún Þórði Thorgrímsen, séra Þórði Thorgrímsen, og flutti með honum í Otradal í Arnarfirði, þar sem hún bjó næstu 10 árin, eða frá 1850 til 1860. Séra Þórður var 10 árum eldri en Guðrún, hann var fæddur 7. febrúar 1821 og hann var tekinn inn í Bessastaðaskóla árið 1839 þegar Guðrún er 8 ára gömul og hann var stúdent þaðan 1845 þegar hún er 14 ára. Hann tekur prestvígslu 1849 og fær Otradal og í í 7. maí 1850 kvænist hann Guðrúnu og flytur hún með honum vestur. Þá er hún 19 ára, hann 29 ára. Í æviskrám Páls Eggers Ólasonar er Þórði lýst þannig að hann sé hraustmenni, smiður góður og skrifari og valmenni. Í prestaæfum Sighvatar Grímssonar Borgfirðings, sem er fæddur 1840, er færsla séra Þórð. Og þar kemur nú til dæmis fram á heimilinu hafi verið vinnukona með ófeðru börn, svo að það getur svo sem vel verið eitthvað til í þessu með vinnukonuna, en Sighvatur skrifar meðal annars:
Þegar þau hjón höfðu verið saman í Otradal 11 ár, þetta er reyndar ekki rétt, það voru rétt 9 ár sem þau voru þar saman, þá hljóp Guðrún frá honum. Hún fór út í Selárdal og var þar í nokkur ár, en 1968 flutti hún 38 ára gömul frá Neðribæ í Selárdal til Stykkishólm og með henni Ragnhildur frá Neðribæ 29 ára Gísladóttir og var Guðrún síðan í Stykkishólmi til dauðadags. Þau hjón voru barnlaus, skrifar Sighvatur, og furðaði menn á því að hún skildi ekki geta lint við slíkt prúðmenni og glæsimenni sem séra Þórður var. Héldu því nokkrir að hún væri ekki gerð sem aðra konur og hafa gengið ýmsa sögur sem átt að sanna þetta. Var hún af mörgum kölluð Graða Gunna, prestfrúin. Fóru ýmsar hraksögur að meðferð hennar og viðskilnaði við mann sinn og það eitt með fleiru að með sér flutt hún flest það sem fémætt væri í eigu þeirra og hún mátti með sér hafa en skildi prest eftir félösan svo með öllu. En honum fór vel við hana í öllu þótt illa hefði hún við hann búið. Maður sér alveg hverju mann heldur meðan Sighvatur. Nú, Guðrún lifði lengi og bjó síðar hluta ævinnar í Stykkishólmi þar sem hún dó 2. júní 1916, 85 ára gömul. Þau skildu reyndar aldrei að lögum, Guðrún og Þórður, og hún fékk einhverjar litlar ekknabætur eftir að hann dó. Þar sem hún er skráð í sýslumannatölum þá er hún yfirleitt nefnd húskona, ekki vinnukona, sem að merkir að hún hafi séð fyrir sig sjálf og það hefur hún að öllum líkindum gert með handavinnu, muni eftir myndinni heima hjá Sigurði Nordal og ég sá líka í annari heimild að hún hafi verið listfeng handavinnukona og verk eftir hana voru sýnd á iðnsýningunni árið 1911 þar sem hún fær 3. verðlaun fyrir listsaum. Nú fleiri atriði hef ég getað grafið upp sem hér er ekki tími til að ræða, en ljóst má vera að heimildir Guðrún eru fáar og að í kringum hana hefur ríkt þöggun, sem best má merkja að því að Benedikt Gröndal, bróðir hennar, getur hennar ekki í sjálfsævisögur sinni en allra hinna systkina sinna. En hvað getur fræðimaður gert við slíka sögu þar sem heimildir er að skornum skammti? Þegar ég ræddi þetta mál við vinkonu mína sem einnig er fræðimaður, taldi hún ólíklegt að hægt var að gera meira en að skrifa hugsanlega eina fræðigrein Guðrúnu, efni byði ekki upp á mikið meira. Þar var ég ósammála og þóttist sjá aðra og stærri möguleika. Og þegar ég hafði verið að pæla í Guðrúnu skeið, komst ég að því að þessi stutta grein sem vinkonu mín laði til hafði þegar verið skrifuð eða öllu heldur sagnaþáttur. Og hann er að finna í ritröð sem heitir Vestfirska konur í blíðu og stríðu eftir Finnboga Hermannsson. Í öðru bindi þeirra ritraðar er þáttur sem að heitir Af Guðrúnu Karlmanni. Ég var náttúrulega mjög spennt að sjá þennan þátt og sérstaklega var ég spennt að sjá hvort að hann hefði kannski grafið upp eitthvað meira en ég. En það var nú ekki nema það að hann hafði skoðað sóknartöl og kirkjubækur á Vestfjörðum sem ég á eftir að komast í. Möguleikinn hins vegar sem ég sá strax var að tengja sögu Guðrúnar við heimildir intersex manneskjur og gera rannsókn sem gæti verið framlag til kynjafræða. Og hugmyndin gengur út á að nota tiltakar heimildir til að spegla sögu Guðrúnar. Og það er sérstaklega ein heimild sem ég tel að geti komið að góðu gagni. Fyrst ætla ég að bara fara hérna fljótt yfir þetta, sko. Við getum notað frásögn Málfríðar sem heimild eða er þetta bara kjaftasaga? Við getum notað æviskrar, manntöl, kirkjubækur, dægradvöl og svona það sem að þarna kemur fram. En svo er það þessi bók hér. Þessi bók sem að kom út 1980
bæði á frönsku og ensku, það var Michel Foucault sem gaf hann út. Hún fjallar konu sem hét Adeline Herculine Barbin, var alltaf kölluð Alexina, og þessi bók hefur að geyma dagbók þessar persónu sem að þið sjáu er 7 árum yngri en Guðrún. Dagbók þar sem við fáum innsýn inn í tilfinningarlíf mannesku sem að þegar hún er 17 ára gömul fer að finna fyrir verk í nára og fer til læknis sem að úrskurðar að hún sé karlmaður. Þetta kom henni algjörlega opna skjöldu og henni sem sagt læknar og eflaust einhverju lögfræðingar ákveða það að hún verði að breyta identitet, taka upp karlmannsnafn, klæðast karlmannsfötum og fara að lifa sem karlmaður. Það þoldi hún aðeins í nokkur ár og hún fyrirfór sér á endanum. Og í þessari bók er líka að finna læknaskýrslur þessa mannesku sem að hægt er að nota. Þær raddir hafa orðið sífellt meira áberandi innan kynjafræða á undanförnum árum að líffræðilegt kyn sé allt eins menningabundið eða tilbúið eins og það sem við köllum kyngervi. Bent hefur verið á að spurningunum það hvort að barnið sé piltur eða stúlka sé ekki alltaf auðsvarað og tvískiptingin í karlkyn og kvenkyn dugi ekki til að því að kynin séu fleiri og fjölbreyttari. Og margir halda því jafnvel fram að það hafi verið viðurkennt ástand að vera intersex eða það sem maður getur kallað millikyn, allt fram á 19. öld þar til læknavísindin voru komin á það skref að þau gátu leiðrétt öll frávik. Og þetta eru margar spennandi spurningar sem að vakna við þetta. Ég get því notað alls konar heimildir þetta ástand til að spegla sögu Guðrúnar og hér bara hendi ég upp nokkrum titlum til að sýna ykkur að þetta er efni sem er mikið skrifað þótt að það sé kannski fyrst að koma fram í dagsljósið á Íslandi í dag. En það er hins vegar til eru til samtök intersex fólks á Íslandi í dag sem að halda úti vefsíðu og þarna ég tek þessa skilgreiningu frá þeim. Intersex fólk er líkamlega eitthvað staðar á kynskalanum milli tveggja póla, karlkyns og kvenkyns. Intersex er ekki alltaf bersýnilegt. Stundum sést að útliti ytri kynfæra samsvarar ekki venjulegum kynfærum karla og kvenna. Hins vegar, og það er mun algengara, kemur intersex ástand í ljós með kynlitningagreiningu, til dæmis þegar fólk leita til læknis vegna ófrjósemi. Fólk með óræð ytri kynfæri er því bara hluti af þeim margbreytilega hópi sem er intersex. Kyngervi er samfélagslegar hugmyndir einkenni kvenkyns og karlkyns, kyn snýst líffærafræði, hvort heldur líffæri eins og þau eru að náttúrunnar hendi eða endursköpuð af læknum og kyngervi snýst það hvernig við sýnum þau félagslegu viðbrögð sem samfélagi parar við hvort kyn. Kyngervi snýst því kynvitund og ekki skal rugla saman intersex og transgender. Intersex er ekki kynáttunarvandi eins og það er kallað, það er frávik í líkamsfræðilegum skilningi. Ég sé að tími minn er að verða búinn, þannig að ég ætla bara að fá að segja nokkra setningar síðasta hluta titilsins. Hvað getur fræðimaður leyft sér? Getur hann leyft sér að nota speglanir svona til að fá meira út úr efni sem eru litlar heimildir til? Mun hann enda í spuna sem er fræðilega óásættanlegur? Getur fræðimaður kannski yfir höfuð leyft sér að beina kastljósinu á milli fóta fólks? Má líka spurja og bent hefur verið á að þessi skrif Málfríðar voru gefin út af henni látinni, ekkert víst að hún hafi viljað gefa þau út sjálf.
En hins vegar ég á þeirri skoðun að þessi saga frá Íslandi geti verið skemmtilegur upptaktur af því að draga þetta fram, þetta ástand intersex sem við höfum lengst ekki vita neitt en það algengt að það 1 af hverjum 2000 börnum að minnstakosti sem fæðist með órætt kynferði eða tvítóla eða hvað við höfum að kalla það á Íslandi eins og annar staðar, og ég vilja þeir hjá Intersex Ísland meina að það sé meira, það sé ekki 0,50% heldur 1,7% af fæðingum. Takk fyrir. Eina allstutta spurningu þegar einhver Nú ekki þá bara slepptu henni og þið getið spjallað við henni eftir nægtalega þetta og líka Þórberg. En næst það Ragnar Edvardsson sem sérfræðingur við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Hann ætlar að kynna okkur fornfræðilegar rannsóknir að hagnýtri stýringu og ferðaþjónustu, dæmi að hvalveiðistöðvum. Góðan daginn, ég heiti Ragnar Edvardsson og stunda rannsóknir hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum og mínar rannsóknir snúast rannsóknar strandminjum og neðansjávarminjum og þá svona aðalega í því að reyna að skilja auðlindanýtingu fyrir á öldum og þá hef ég aðalega verið með hvali og þorsk. Það sem ég ætla að fjalla í dag eru rannsóknir á 19. aldar minjum eftir norska hvalveiðimenn á Vestfjörðum. Ég fjalla bara Vestfjörðum, þeir voru líka á Austfjörðum og svona ég ætla að fjalla þá fyrst og fremst rannsóknina en ég kem aðeins inn á þetta með hagnýtastýringu og út af efni dagsins þá ætla ég aðeins að fara líka inn á ferðaþjónustuna. Eins og ég sagði þá komu Norðmenn til landsins hér kringum 1880 og stunduðu hvalveiðar alveg fram þangað til Íslendingar bönnuðu hvalveiðar árið 1915. Fyrst voru þeir á Vestfjörðum en þegar þeir voru búin að klára allan hvali við Vestfjörði færðu þessi austur fyrir land. Markmið verkefnisins til að byrja með hófst 2015 var að fá yfirlit og fjölda yfir, eins og stendur þarna, yfir ástand þeirra minja eftir veru hvalveiðimannanna á 19. öld. Annað markmið var líka að skilja áhrif á íslenskt samfélag því að blaðagreinar frá seinni hluta 19. aldar benda sterklega til þess að Íslendingar hafa verið almennt móti hvalveiðum og bannið 1915 endurspeglar pínlítið þessi andstöðu. Íslendingar héldu að ef hvalurinn yrði færi þá færi líka fiskurinn. Það væri samhengi á milli. Þetta var svona almennt það sem menn svona héldu á þess að hafa nokkra rannsóknir þar á bakvið. Og svo var hluti af verkefninu var líka að velta fyrir sig möguleikum hvernig á að verða þessa staði, þarf að verða þá og hægt að nýta þá eitthvað. Það var svona pælingar. Verkefnið hluti af stærra verkefni sem að skoða hvalveiðar við Ísland frá 1600 til 1915 og ég hef náttúrulega verið að rannsaka hvalveiðistöðvar á ströndum frá 17. öld og það er kannski ágætt að benda á að það er mikil eftirspurn eftir hvalísi í Evrópu alveg frá fyrir 1600 og hún eykst stöðugt fram að þangað til menn uppgötvun rafmagns og þá náttúrulega hrynur markaðurinn fyrir hvalís, við getum sagt það. Og það má ekki glemma því að hvalísi er mikilvæg og hákarlalísi er mikilvægur útflutningsvara Íslendinga alveg frá miðöldum og það er alltaf hluti af öllu því sem Íslendingar flytja út er hvalísi. Þetta er svona samhengi við Ísland og hvalveiðar í atvinnuskyni. Ég er aðalega að tala um hvalveiðar í atvinnuskyni, það er til náttúrulega öðruvísi hvalveiðar sem menn eru bara að veiða hvali fyrir sjálfan sig og fjölskyldu sína. Þetta er náttúrulega aðalega tengingar við hvalveiðar í atvinnuskyni. Fyrir norsku hvalveiðistöðunar þá hafa þær þá er náttúrulega mikilvægt
að rannsaka og reyna að skilja betur nýtingu á sjávarauðlind fyrr á öldum og þá náttúrulega líka þessi alþjóðlegu samskipti og svo ofnýtingu. Eins og við myndist ákvæðir kláranar því allar hvalir við Vestfirði. Það er áætlað að 17.000 hvalir hafa verið drepnar á tímabilinu 1880 fram undir 1900. Þannig að þetta er eitthvað sem við í okkar samhengi nútíma er mikilvægt að skilja. Og svo náttúrulega má ekki glemma því að Norðmennirnir þeir koma með inn í landið ákveðið módel sem nýtist á Íslendingum þegar þeir fara að þróa sína frystihúsfiskveiði og í upphafi togaraldar. Við erum ennþá hálfgerðir málbúar þegar Norðmennirnir koma, en þeir skilja eftir þessi ákveðna þekkingu sem nýtist okkur svo í okkar sögu. Og svo má ekki glemma því að þetta er ekki bara einhver saga Íslendinga, heldur þetta saga alþjóðlega hvalveiða í atvinnuskyni út allan heim sem spannar gríðarlega stórt svæði. Svo má ekki glemma því að Norðmennirnir okkar, þetta er líka hluti af þeirra sögu. Þannig að það eru miklar tengingar þarna á milli. Aðferðafræðin er alltaf að vera svona klassísk fornleifafræði, það byrjaði á rituðum heimildum en í þessu tilfelli var þetta skipt í tvennt, það er rannsóknarminjar ofansjávar og líka neðansjávar. Því að það hefur komið í ljós að það eru miklar minjar neðansjávar í kringum þessar stöðvar, jafnvel skipsflök og tól og tæki eftir þessa hvalveiðimenn. Sömuleiðis eru ballestir af skipum sem þeir hafa að reynsa út. Ballestir taka farm og svo framvegis. Þannig að þessu var skipt í neðansjávar, tvígeislamælingar, svo var fornleifakannanir, það er kafanir og svo uppmælingar minnistöðum sem var gerð handunnið neðansjávar en það voru teknir ákveðnir fastir punktar og allt mælt inn. Svo ofansjávar var gengið yfir svæðið og allar minjar merktar inn og mældar upp. Svo í lókinu þetta allt sett inn í og það eru 7 hvalveiðistöðvar á starfræktum tímabilinu 1883 til 1915 á þessum stöðum á Vestfjörðum. Ég valdi fyrir þessa rannsókn það stöðun á Dvergastein, Uppsala-Eyri og Sólbakka og Höfðavatn. Þetta voru þær sem ég valdi. Hinnar voru kannski aðeins langt í burtu til að það tekið meiri tíma. Þetta eru sem sagt Dvergasteins er hann efst. Gulu eru byggingar sem tengdust hvalveiðistöðum, þetta gráa eru nútímabyggingar. Þetta er það sem eftir á Dvergastein, ef þið berið saman við Höfðavatn, allar minjar þar eru horfnar. Dvergastein, þar eru minjar sýnilegar, en það eru sumarbústaður sem ég bara draga athygli af þessum horfið þarna megin, en þarna er sumarbústaður á miðri hvalveiðistöðinni. Og engar minjar fundust á Sólbakka sem er á Flateyri. Það hafði allt horfið, en svo náttúrulega var fjársjóðurinn, hann var neðansjávar. Og þar reyndist vera mestu minjar veru hvalveiðimanna. Allt frá því að vera skipsflagg, þetta er á Dvergastein, þetta er uppmæling á rústasvæðinu, neðansjávar. Þar eru ekkeriskeðir, ballest og alls konar, bara dót hér. Myndin hann hinum megin sýnir skipsflaggið úr sætskammsónarmynd og svo tekníkin hérna til hliðar er mynd af gripum sem hafa komið upp merktir norskum skipafélögum. Það bara svona myndir, eitthvað skemmtilega, það hefur ekki fengið marga myndir í dag. Þannig að hérna eru hvalbein sem liggja hann í hrúum út allt. Við getum ímyndað 17.000 hvalir voru verkaðar á þessum stöðum, þannig að það er út allt. Þarna er diskur frá 19. öld. Þessi mynd er náttúrulega lélegt skyggni þegar voru hann niðri, en þið sjáu að þetta er ballest, hrúa að ballest. Og svo er kafari við skráningu neðansjávar. En stóra spurningin er að verða þessar hvalveiðistöðvar horfnar eftir 10 ár. Þannig að þegar orðið fyrir miklu skemmtu vegna framkvæmda síðustu 150 árin. 3 er alveg horfnar og lítið eftir aðeins, eiginlega ekkert sýnilegt. Og það út af ýmsum framkvæmdum sem við sjáum þarna hefur verið reist mastur beint ofan í rúst og ítt bara öllu til hliðar. Þetta er náttúrulega, ég vil taka fram að þetta gerist fyrir svokölluð þjóðminjalög. En hvað er að raska hvalveiðistöðum? Það er mikil ásókn í dag í strandsvæði á Vestfjörðum og annar staðar. Það er námuvinnsla á hafsbotni, það er mikil aukin ferðamennska. Ferðamennska getur verið neikvæð fyrir minjar og minjar neðansjávar því að það er reynslan til dæmis á þessum hvalveiðistöðum að það var auglýst eitt, sem sagt, ferðaþjónustufyrirtæki auglýsti að ferðamenn getur kafað þarna niður og tekið með sér hvalbein
sem getur tekið það með sér og farið með það heim til sín og haft sagt, hérna ég er með minjagrip frá Íslandi. Og þetta er náttúrulega aðalega út af þekkingarleysi og ekkert annað. Þetta er ekki það að fólk ætti sér að ræna og rupla, það komið hérna í stórum hópum til þess að hreinsa menningararfinn. Þetta er bara þekkingarleysi þarna á bakið og það er náttúrulega, en þetta er að gerast og hefur verið að gerast síðustu árin. Og náttúrulega þetta er á Langeyri það sem einn stærsta hvalveiðistöðin var, það lítið eftir að minnjum þar, en þetta er fyrir kalkþörungaverksmiðja við Súðavík og hún fer bara beint eiginlega ofan á neðanjarðarminjar pluss fer inn á Langeyrin það sem hvalveiðistöðin stóð áður. Þannig að þetta bara svona að gerast. En er þá ekkert að gerast í verndun þessara minja? Það er ekki satt, það er mikið að gerast. Þjóðminjalögin eru til og hafa verið lengi til og það er og þau snerta alla hlíði verdunar menningarársins bæði neðansjávar og ofansjávar. En vandamálið er að við höfum enn sem komið þessu litla reynslu af neðansjávar. Það er mikið, það er alltaf öll grunnvinna er unnin á landi til þess að athuga þegar fara í gang framkvæmdir og svo framvegis. Þetta er ekki gert neðansjávar. Þetta er náttúrulega að breytast. En er hægt að nýta þetta eitthvað? Er þetta bara eitthvað sem mætti kannski alveg fara? Er þetta eitthvað sem við getum nýtt? Og þá náttúrulega er staðreyndin sú að það er hægt að nýta þetta í menningartengda ferðaþjónustu. Sérstaklega á stöðum eins og það sem með minjar sem eru einstakar, eins og hvalveiðistöðvar Norðmanna sem eru bara á Vestfjörðum og Austfjörðum. Þetta er svæðisbundið og þar af leiðandi væri hægt að ýta undir þetta. Og þetta er planið sem við erum að gera í sumar. Við ætlum bara að byrja í sumar að vera með túra á þessar staði þar sem verður farið yfir og fólki kynnt sagan, menn geta bæði snorkla og þeir sem eru ofan, aðri kafa niður og síðan fá þeir allt í æðum með þessa hræðilegu normenn sem drápa alla þessa hvali. Og bara samantekt, þið geta bara, ég menn ekki lesa þetta, þið lesa þetta, það þarf bara að auka meðvitund og skilning og að minjar nær okkur í tíma séu mikilvægar. Því að okkur hættir til að hugsa allt sem er landnámi sem merkilegt, en því nær sem það kemur í okkur tíma séu að minna merkilegt. Og við þurfum að snúa þessu við. Landnámið er ekkert sérstaklega merkilegt, það er, þú er kannski ekki að segja þetta, en það eru líka minjar sem hafa tímabil sem mikil áhrif á Íslandssöguna sem eru nær okkur í tíma og eru þar að leiðandi jafnvel mjög mikilvægari. Og svo er þurfum við að hugsa þessa ásókn í strandsvæði og svo er þessi alþjóðlega minningagildi sem minjagildi sem hvalveiðistöðvarnar hafa, hvernig við tengja það. Og þess vegna er það hentugur fyrir menningartengda ferðaþjónustu, fá Norðmenn að segja komið, þetta sjáu þið, hérna var afveiðin. Og svo náttúrulega aðalatriði fyrir fornleifafræðin og að rannsóknin sem er hérna neðst, að hvalbeinin sem líka nú allt er alveg gríðun auðlund sem er mikilvæg fyrir líffræðilegar rannsóknir og rannsóknir á þeim við getum fengið hugmynd áhrif veiða bara á síðustu aldirnar. Og hvað áhrif það hefur á í dag á þess að stofna og svo framvegis og framvegis. Þetta er náttúrulega, þess vegna mikilvægt að tapa þeim ekki þessum beinum. Þannig að ég ætla bara að segja, takk fyrir. Við höfum tíma fyrir spurningar. Þakkandur, þetta verður áhrif á tækniþekkingu Íslendinga. Nú veit ég ekki betur að sjávarútvegurinn hefur þróast. Vélbátar og togarar þeir þróast á Vestfjörðum. Er eitthvað samhengi á milli eða var þetta bara út af þorskinum eða einhverjum? Nei, ég held að þetta sé samhengi á milli, sérstaklega því að þú hugsar út í hvenær tímabilið okkur að þegar vélbátarnir byrja að þróast á Vestfjörðum. Það er okkur til tímabilið þegar Norðmenn eru að koma inn með sína nýjungar, sína vélar, þá er þetta allt að gerast. Og þetta er, ég held að það sé algjörlega samhengi á milli því að þetta er að gerast á þeim stöðum og saman, þegar maður sér svo þegar togar á leið og Norðmenn er að enda, þá sprettur upp öll þessi atvinnustöð sem er tengsl við fiskveiðar á Vestfjörðum. Og þetta er dálítið, og það þarf að skoða þetta nánar og ég held að þetta sé módel sem Íslendingar taka sér, Norðmenn er þessir, að þarna er eitthvað komið útgerðað baróninn, hann birtist þarna, hann var að vísa til á 17. öld líka, það er önnur saga, en hann er þarna að þarna koma að verða til eins Íslendingur og þessi Norðmenn sem voru yfir þessum hvalveiðistöðum. Ólína? Já, takk, þetta var mjög áhugavert. Ég er bara forvitin að vita að þú sagðir að það væri sumir
sumar hvalveiðistöðvarnar væru alveg að hverfa og nefndir Langeyrina. Hverjar eru hinar tvær sem standa verst og hverjar eru best standar? Það er Dvergasteinseyri stendur einnig best, Hesteyri náttúrulega því hún er svo langt í burtu og svo er það Uppsaleyri stendur líka vel, Sólbakki er að hverfa, Tálknafjörður er líka illa farin en það er slatti og Höfðaoddi er alveg horfin. Það gleymdi einhverju. Ekki viss. Glæsilegt. Ég held að við verðum að nota þetta nægja sinni en þið grípið bara á eftir. Nú, næst er það Sigurður Sigursveinsson, hann er framkvæmdastjóri Háskólafélags Suðurlands og hann er líka fulltrúi í ráðgjafarnefnd Stofnunar Rannsóknasetur Háskóla Íslands. Hann ætlar að ræða aðeins þekkinguna og byggðirnar. Já, þakka þér fyrir. Rektorar, góðir tilheyrendur. Þessi titill er nú sennilega alltaf vitnis það að ég hef ekki alveg vitað hvað ég ætlaði að tala En eftir að titillinn lá fyrir þá smá skýrist þetta. Og ég ætla nú að hvíla ykkur á glærunum og hefja nú bara lesturinn. Það er kunnara en frá þurfa að segja að Ísland er eitt borgvætasta ríki heims. Búferlaflutningar úr dreifbýli til þéttbýlisins við Faxaflóa hafa verið gríðarlegir og eru enn að verki. Störfum í hefðbundnum hornsteinum landsbyggðarinnar, landbúnað og sjávarútvegi hefur fækkað með aukinni tæknivæðingu og sjálfvirkni. Segull höfuðborgarsvæðisins er fjölbreytt atvinnulíf, hátt þjónustustig og blómlegt menningarlíf. Byggðirnar utan þess eru enn að grisjast. Í sjónvarpum daginn var varpað ljósi á nýjustu eyðibyggðina, Melrakkarsléttu, sem þarf að setja í samhengi við eyðingu byggðar á Hornströndum og í Jökulfjörðum á síðustu öld. Og það er hætt við að við erum raunsæ að sléttan verði ekki síðasta byggðin sem tekst á við slíka breytingar. En stjórnmálamenn undanfarin áratuga hafa gripið til ýmissa aðgerða til að bregðast við þessari þróun. Skuttogaravæðing og uppbygging frystihúsa og hafna, virkjanir og stóriðja eru dæmi gríðarlega fjárfrekar aðgerðir sem að hluta til hafa verið skilgreinda sem byggðamál. Vissulega hefur þetta skapað þekkingarstörf og einhverju leyti eflt viðkomandi byggðir, en aukin sjálfvirkni og samþjöppun hafa dregið úr byggðamikilvægi þessara miklu fjárfestinga. Og ég held að það megi í rauninni halda því fram að ráðamenn þjóðarinnar hverju sinni hafi verið tilbúnari til að ráðstafa almannafé í slík verkefni fremur en að fjárfesta í þekkingasköpun, vísindum og fræðum. Og það er í því ljósi sem framtak Háskóla Íslands stofnun rannsóknarsetra á landsbyggðinni er sérstaklega mikilvægt. Þetta gerðist þrátt fyrir að oft hafi verið hart á dalnum hvað fjármuni varðar til hefðbundinnar og staðbundinnar starfsemi hér á Melunum. Og þetta er líka merkilegt og mikilvægt vegna þess að gerðar hafa verið miklar kröfur til þeirra einstaklinga sem ráðnir hafa verið á rannsóknarsetri. Háskólinn hefur sett sér þá stefnu að vera alþjóðlegur rannsóknarháskóli og því hluti af alþjóðlegu vísindasamfélagi og ég held að mannvalið á rannsóknarsetrunum á landsbyggðinni sé sannarlega til vitnis það. Leið og stofnun rannsóknarsetrana hefur eflt háskólan sem alþjóðlegan rannsóknarháskóla er hér einnig vel heppnaða byggðaaðgerð að ræða sem leggur áherslu á mannauð fremur en steinsteypu og stál og þjóðin þarf slíkar áherslur til að viðhalda samkeppnishæfni landsins og byggðana þar með. Ég gerir ráð fyrir að allir hér inni þekki fyrirkomulag setrana en þau eru flest eða öll í nánu sambýli við aðrar þekkingarstofnanir eða setur á landsbyggðinni. Maðurinn þrífst jú ekki af brauði einu saman og sömuleiðis er lífsnauðsynlegt fyrir vísindamenn setrana að eiga sér staðbundið samfélag til viðbótar stórfjölskyldunni í Háskóla Íslands. Persónulega hefur það verið einkar ánægjulegt að fylgjast með rannsóknarsetrinu á Suðurlandi, þróast og dafna. Við Tómas Gretar, forstöðumaður, komum á sama tíma til starfa, hann við rannsóknarsetrið og ég við Háskólafélag Suðurlands, sem sunnlensk sveitarfélög voru þá nýlega búin að stofna. Þetta var vordögum 2009 í Glaðheimum á Selfossi, en þeir höfðu þá lokið hlutverki sínu sem fyrsti leikskóli staðarins. Það tók síðan innan við 4 ára starfsemin í Glaðheimum sprengdi utan af sér húsnæðið og við fluttum saman í Fjölheima, gamla barnaskólan á Selfossi. Þar eru nú hátt á 30 háskólamenntaðra einstaklinga við störf hjá 11 stofnunum, auk fjölda nemenda bæði í fullorðinsfræðslu og í háskólanámi. Starfsemi rannsóknarsetursins er einkablómleg og á sumrin margfaldar starfsmannafjöldin, en koma erlendra samstarfsaðila þeirra félaga er
er hérna jafn árviss og koma að fleygu farfuglum. Nú svo stefnir líklega í enn ein vistaskipting hjá Tomma, hann er búinn með leikskólan og barnaskólan á Selfossi og stefnir nú í húsmæðraskólan á Laugavatni. En þekkingin er víðtækt hugtak. Vísindamennir okkar á rannsóknarsetrunum er svo sannarlega búa til nýja þekkingu, stunda fræðilega rannsóknir, en byggðirnar okkar þurfa líka að vera vettvangur fjölþættari þekkingastarfsemi. Nú er mikið rætt nýsköpun hvers konar, bæði framleiðslu, þjónustu og menningu. Sjálfur er í skattfellingaruppruna og það er merkilegt til þess að vita hvernig maður eins og Bjarni í Hólmi í Landbrotinu færiði skattfellingum ljósið í bókstaflegri merkingu, talandi ljósmetið sem Ragnar á talum. Hann byggði sér afstöð í Hólmi 1921 að mestu verkfæralaus og sótti meðal annars efni við inn í strandjárn. Og Lobben sem svo var kallaður, en það var bókin Lommebog for Mekanikere eftir Peder Lobben. Reyndar var þessi Lommebog í starra lagi því hún mun hafa verið 951 blaðsíða. Síðan fóru menn úr nágrenninu að vinna hjá Bjarna, Eiríkur í Svínadal, Sigfús á Gillandi, Einar á Kaldranes og fleiri, og til samans byggðu þeir félagarnir á 300 afstöða vítt og breytt landið og í flestum tilveikum smíðuðu þeir túrbínurnar líka. Hjá þessum köpum var það glöggstaða þekking og verksvit sem gerði þá að verkfræðingum og hönnuðum síns tíma. Og enn lifir í gömlum glæðum þar eystra, þar hafa menn í seinni tíð hannað og smíðað elskurðarvélar, rófu upptökuvélar og lokræsaplóa, svo eitthvað sé nefnt, og yfirleitt hafa þessi menn fyrst og fremst verið sjálfmenntaðir. En talandi Hólm, þá var þar í rauninni stofnaður líklega fyrsti verknámsskóli landsins, eða því hefur haldið fram, og það er mikil upplifun að koma þar inn. Ég kom þar fyrir nokkrum árum og það er alveg eins og að kennarinn og nemendur hafi bara brugðið sér frá, en kennslu lauk þar fyrir um 40 árum. Og líklega má segja að Bjarni í Hólmi og þeir félagar hafi stundað hagnýtar rannsóknir, kynntu sér forsendur fyrir virkni túrbína, sambandi fallhæðar, vatnsmagns og rafafls og létu svo verkin tala. Í nýsköpunarfræðunum var líklega sagt að hér hefði verið klasastarfsemi að ræða og þekkingarsetrið sjálft var í Hólmi. En hvaða erindi á þessi frásögn hér af snillingunum eystra? Jú, það er tímahugtakið í umræðunum byggðirnar og þekkinguna. Samtíminn er ævinlega á undanhaldi og heyrir fyrir en varir sögunni til. Og ég má til með að skjóta því að barnaskólinn minn frá Litlahvammi í Mýrdal, hann er kominn á húsasafni hjá Þórði í Skógum, löngu búið að loka gagnfræðaskólanum mínu sem var héraðsskólinn í Skógum, og sumir segja að það veri eins gott að ég fór ekki í menntaskólan á Laugavatni því þá var ég sjálfsagt þó að lókunum. Þannig að tíminn er undarleg skepna. En það er sem sagt framtíðin sem skiptir máli. Hvers konar þekkingarstarfsemi skiptir landsbyggðina máli þegar við lítum fram á veginn? Nú í vetur slógu Háskóli Íslands, Háskólafélagið og Samtök Sunnlenska sveitarfélagi í Púkk og fengu Félagsvísindastofnun til að kanna þörf og eftirspurn til fjarnámi á háskólastigi í mismunandi greinum á Suðurlandi og kanna einnig viðhorf atvinnulífsins í því sambandi. Símaviðtöl voru tekin við úrtak almennings, rætt var við forsvarsmenn menntastofnanna í héraðinu og haldnir rýnifundir með fulltrúum atvinnulífsins. Það sem kallaði Suðurland í dag er býsna víðfemt, nær frá Selvogi austur í Lón og tekur einnig til Vestmannaeyja. Enda á milli frá Vogsósum að Hvalnesi eru þetta tæpir 500 kilometrar, ívið lengra en héðan til Óla á Húsavík. Ef sleppt er Suðurnesjum og Akureyri má segja að hér sé tæpan þriðjung landsbyggðarinn að ræða, hvort sem litið er til víðáttu eða mannfjölda. Nú fyrir vikunni fékk ég fyrstu drög að niðurstöðum rannsóknarinnar til skoðunar og þar kemur ýmislegt forvitnilegt í ljós og mér langar að tæpa hér á örfáum atriðum. Það kemur fram og kemur ekki óvart að aðstæður á vinnumarkaði einkennast á hröðum uppgangi í ferðaþjónustu og afleitum störfum, lítið atvinnuleysi og skortur á starfsfólki með hagnýta reynslu eða sértæka þekkingu. Þá kom fram að erlent starfsfólk hefði töluverða hlutdeild í atvinnumarkað á Suðurlandi og margir setja stað og taka sér fasta ótímabundna búsetu. Allir viðmælendur úr atvinnulífinu báru sínu erlenda starfsfólki mjög góða sögur. Það verið mikilsvirði fyrir fyrirtækin og starfsemi þeirra, orðin fjársjóður og gullnáma voru notuð til að lýsa hæfileikum þeirra á hæfni. Hér væri vannýtta auðlind að ræða og bent var á að fólk af erlendum uppruna
sem settist að á svæðunum væri oft með háskólamenntun sem nýttist þeim ekki eða væri ekki metin sem slík hér á landi. Erlent vinnuafl dragi og neikvæðri byggðaþróun stuðlaði endurnýjun mannafla á vinnumarkaði og auki sitt samfélag á fjölbreyttan hátt. Jafnframt kom fram að hér væri fremur tíndan hópa ræði í samfélaginu, þarfir hópsins gleymdust. Erfitt væri fyrir þennan hópa að fá háskólanám sitt metið eða starfsréttindi og mikilvægt væri að bjóða upp á nám eða námskeið til að fólk gæti í auknum mæli nýtt sér menntun sína á reynslu. Og svo er hér bein tilvitnun í einn viðmælanda. Þá erum við með rosalega mikið af útlendingum sem eru sprenglærðir, en þeir mega ekki nota menntunina sína hér. Einhvers konar fjarnám til að heimfæra það nám, til þess að geta nota það á Íslandi, myndi fá þetta fólk til að setja stað og verða hluti af samfélaginu í stað þess að stoppa í smá stund. Það er gríðarlegu mannauður, þú veist, þarna sem er ónýttur sko. Og þetta fólk er að skúra gólf sko, skilurðu, sem að gæti verið að gera sko stórkostlega hluti. Mér finnst þetta dæmi vanmetna háskólamenntun erlends fólks umhugsunarefni og til vitnis það að við þurfum á hverjum tíma að horfast í augu við ástandið eins og það er. Það er ekki sjálfgefið að það sé eins og í gær. Nokkur fleiri atriði. Þátttakendur voru almennt ánægðir með fjarnámið sem var á vegum Kennaraháskólans á sínu tíma og að mati sumra viðmælenda hafði þar verið að finna besta fjarnámið. Framboð á fjarnámi frá Háskóla Íslands var talið slakt samanborið við nám frá Háskólanum á Akureyri, Bifröst og Hólum. Bent var á að þó Háskóli Íslands væri skóli allra landsmanna væri þörfum landsbyggðarinnar sýndur lítill skilningur. Þátttakendur töldu ástæðuna að tengjast almennu sinnileysi skólans í garð landsbyggðarinnar. Ég veit ekki hvort ég á að lesa þetta. En einnig upplungum einstakra kennara, til dæmis hæfni þeirra á getu til að tileinka sér fjarnámsútmúnað. Hér er önnur bein tilvitnun. Minnsta framboðið sem er í rauninni í boði í dag er frá HÍ sko, sem á að vera háskóli allra landsmanna sko. Þannig að öll þessi menntun sem fólk er að sækja sér er frá í rauninni þessum litlu háskólum sko. Það er umhugsunarefni hvað sko sunnlendingum er tantanóttarið sko. En þrátt fyrir að vera gagnrýnin í garð fjarnámsframboðsins í Háskóla Íslands kom ennfremur fram að skólinn væri með besta orðsporið af íslenskum háskólum og af þeim sökum vildu margir geta sótt nám þar. Einnig var talað vel rannsóknarsetrin sem Háskóli Íslands rekur á Suðurlandi og voru þátttakendur á þeirri skoðun að þar væri unnið mikið og gott starf sem væri öðrum skólum til eftirbreytni. Með þeim kæmi fjölbreytt starfsemi sem smitaði frá sér og því ætti að efla rannsóknarsetrin. Viðmælendur bentu líka á að spurn eftir fjarnámi á landsbyggðinni hefði oftar en ekki tengst atvinnumöguleikum í heimabyggð en ekki endilega áhuga fólks. Þá var bent á að töluverður fjöldi hefði gegnum tíðina sótt kennaranám og hjúkrun gegnum fjarnám, fyrst og fremst það sem það var talið vera hagnýtt, án þess að það væri endilega það nám sem viðkomandi vildi helst fara í. Það væri því af og frá að framboð á fjarnámi endurspeglaði framboð í staðanámi og það væri gríðarleg takmörkun því að áhugi fólks á Suðurlandi væri ekkert frábrugðinn áhuga fólks í bænum. Öll svæðin þar sem umræður fóru fram, og þetta var á Selfossi, Hvolsvelli, Kirkjubæjarklaustri, Höfn og Vestmannaeyjum, voru með námsver í sinni heimabyggð. Langflestir ef ekki allir viðmælendur höfðu vitneskju námsverin og báluð þeim vel söguna. Töluðu margir mikilvægi þess að eiga slíkan samastað, komast út af heimilinu og vera í einhvernum félagsskap, þó þekki væri allir í sama námi. Gengur sumir svo langt að halda því fram að námsverið hefði hreinlega bjargað sumum nefndum. Námsverið væru afar mikilvæg fyrir fjarnema því að þar mættist fólk í svipaðri stöðu og skiptist á skoðunum, ráðum og dáðum. Þegar fólk deildi svona rýmum saman, kaffistofu og öðru, yrði til vinnustaður þar sem nemar gætu verið með fasta viðveru. Talsverð gagnrýni kom fram á staðallotur þar sem þær væru bæði hindrun fyrir nemendur og innihaldið þeirra oft á tíðum ábótavant. Ábendingar komu fram að snúa þeim við, ef svo má segja, það er að kennarinn kæmi út á landsbyggðina í námsverin þar sem nemandinn væri til staðar. Minnir á sögunum Múhameð á fjalli. Nú margt fleira áhugavert er að finna í skýrsludrögunum og semst ég er ekki núna að sjá alla skýrsluna, til dæmis kostnaði að sækja sér staðannám og hér er önnur bein tilvitnun. Við skulum ekki gleyma því heldur sko. Kostnaðarþætti þeirra sem búa hér á þessu svæði að mennta börn í sína háskólastíg.
það er talað jafnræði til náms, það er þvílík fásinna að halda því fram að svo sé, það er ekki þannig. Þá var einnig rætt að unga fólki veldi sér frekar hefðbundnar leiðir í fjarnámi, vildi frekar BS og BA, MS og MA gráður heldur en diplómur og starfstæmt nám sem væri frekar eftirspurn hjá fólki á vinnumarkaði. Það komu fram óskir sterkt grunnnám fyrir ungt fólk sem kallaðist á við kröfur háskólans til framhaldsskólana kjarngott nám. Þannig mætti kenna stærri hópum saman í kjarnafögum sem ákveðin fög ættu sameiginleg í upphafi náms. Ungt fólk gæti því verið lengur í sinni heimabyggð en byrjaði að safna einingum í fjarnámi fyrir háskólanám í höfuðborginni síðar meir. Innviðirnir væru fyrir hendi, námsver og námssamfélög þeirra meðal annars í tengslum við rannsóknarsetrin auk nálægra framhaldsskóla. Skýrslan færi líka til bókar þær miklu breytingar sem orðið hafa á atvinnulífinu á Suðurlandi, meðal annars með tilkomu ferðamannasprengingarinnar á undanförnum 5 árum eða svo. Við hjá Háskólafélaginu höfum verið að þróa nám með áherslu á nýsköpun og stjórnun í samvinnu við sunnlensk ferðaþjónustufyrirtæki og Háskólann í Malaga á Spáni og University of Highlands and Islands í Skotlandi. Þörfin er greinilega fyrir hendi en það er snúið að koma náminu í þann búning að það hendi atvinnugrein með vaxtarverki. Síðastliðið haust skilaði nefnd fagháskólastigi tillögum sínum uppbyggingu þess og nýverið var komið á hæfnisetri ferðaþjónustunnar í samvinnu við ráðuneyti ferðamála, stjórnstöð ferðamála og fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Háskólafélagið er þegar komið í viðræður við hæfnisetrið og að mínu mati blasir þarna við kjörið verkefni fyrir frekara samtal sunnlendinga við Háskóla Íslands þróun námsframboðs á þessu sviði en það er ljóst að hefðbundið kennslufyrirkomulag hér á Melónum hentar ekki slíku námsframboði. Góður áheyrendur, fyrrnefnd könnun eða rannsókn er gott dæmi það að ábyrgðaraðilar menntunar og þekkingarstarfsemi í landinu þurfa að vera í góðu sambandi við samfélagið á hverjum tíma. Því eins og Dylan sagði hér árið, the times they are a-changing. En Dylan gaf þetta lag reyndar út árið eftir að smíðaskólinn í Hólmi lokaði. Þannig að ljóst má vera að ekkert lát er á breytingunum. Takk fyrir. Nú þakka ég fyrir Sigurður fyrir þessa fínu hugvekju. Er einhverja spurningar annars? Sigurður, ein spurning fyrir Sigurðar. Þorri. Já, strax ekki gríðarlega áhugaverð skýrsla, ég ætla ekki sem lesa hana. En sko, þú veist að það var mjög andum þessi tengsl okkar við staðbundu þekkingarsamfélög, ekki síður en tengsl okkar við meðlama. En spurningin frá þínu sjónarhóli, hvað getur við á rannsóknarsetrunum gert til þess að efla staðbundin þekkingarsamfélög og hvað getur þekkingarsamfélög gert til að efla okkar starf? Það er bara einfalt svar sko. Þið bara eflið ykkar starf og við sem erum í sambýli við ykkur gerum það líka. Þetta er gagnkvæmur hagur, það er málana og ég heldur líka að þessi gagnkvæmur hagur byggðana og Háskóla Íslands. Þannig að ég kem ekki yfir á neitt eitt sérstak. Það er bara að við gerum sér grein fyrir að þetta fyrirkomulag að vera með staðbundin þekkingarsetur vítt og breytt landið þar sem byggðin er að skreppa saman og bara miða við breytingar í samfélaginu og bara heiminum og færanleika fólks að þá er alveg gríðarlega mikilvægt að háskólinn í samvinnu við okkur, sveitarfélögin og þekkingarsetrin nái að höndla þessar breytingar og þess vegna fagna ég alveg sérstaklega þeim áhuga Háskóla Íslands að taka þátt í þessari viðmiklu rannsókn og það býður okkar svo að bara vinna úr henni, draga lærdóm af henni. Það er ekki einfalt það kemur svona manni finnst stundum að maður viti allt svona í sínu samfélagi, maður þekki alla en það er margt þarna sem kom mér á óvart þó annars í könnunni. Glæsilegt þakka þér fyrir Sigurður. Nú að lokum er komið að Sæunni Stefánsdóttur sem er forstöðumaður stofnunar Rannsóknasetur Háskóla Íslands sem mun nú taka umræðuna hér saman. Ég þakka leið fyrir mig en Sæunn mun slíta ársfundarinn í lokum. Er ekki skemmtilega að hafa svona fallegri bakgrunn? Fundarstjóri, rektor, góðir gestir og samstarfsfólk.
Ég vil þakka þessum glæsilegu fyrirlesurum sem hafa verið með afar góð innlegg hér í dag. Eins og þið sáu þá kannski að einhver leyti var dagskráin tvískipt. Í byrjun beindum við sjónum okkar sérstaklega rannsóknum í ferðamálum og þar heyrði ég í hlýinu að fólki hafa almennt fundist margt spennandi komið fram. Og mér fannst þetta líka við undirbúning þessa ásfundar þá komum við upp þessi vandi okkar sem við göngum alltaf í gegnum í aðdraganda svona ásfunda á hvað við að fókusera því að ég vona að þið fáið þá mynd af starfi rannsóknarsetranna að starfið er orðið mjög víðfeðmt og sviðið, rannsóknarsviðið er sífellt að víkka út. Þannig að í dagskráni þarf samt einhvern veginn að fókusera og því var þetta niðurstaðan og þessi stóra og enn vaxandi atvinnugrein býr að hluta til við þá vaxtarverki að við vitum heldur ekki nógu mikið um þessa þróun og þarna voru skemmtilegt samspilað. Mér fannst 4 erinda sem öll gáfu einhvers konar mynd á þessa þróun en leið sjáum við líka að enn þarf að veita fé til frekari rannsókna og einmitt líka kannski þessara tengsla ferðaþjónustunnar við þróun byggðarinnar í landinu og það er það sem kannski mér fannst að sitja eftir eftir þessi 4 erindi að það er allar þessar spurningar sem vakna einmitt ekki bara aðkomufólki heldur heimamennina og samspil þessara þátta. Sem betur fer þá er starfsfólk á rannsóknarsetrunum í Háskóla Íslands í hinum háskólunum við stofnanir við rannsóknarmiðstöð ferðamála að leggja þessari atvinnugrein og ferðaþjónustunni lið með rannsóknum en betur má að duga skal og manni skilst nú að stjórnvöld og stofnanir hins opinbera átti sig á þessu eins og ferðaþjónustan sjálf hefur kallað eftir og það sé verið að bregðast vonandi við með frekar aðgerðum og fjárfestingu í rannsóknum. Og í seinni hlutunum held ég að við líka fengið skemmtilega innsýn inn í þátt sem hefur farið vaxið mjög í starfi rannsóknarsetrana undanfarnum árum en það eru hugvísindin. Því að nú er svo komið að annar stærsti hópur einstakra starfsmanna innan rannsóknarsetrana er hugvísindafólk og það er mjög ánægilegt að geta gefið innsýn inn í það starf og það er þetta líka svo skemmtilegt hvernig samspil þar sögunar og fortíðarinnar og nútímans og framtíðarinnar er sterkt eins og mér fannst einmitt þessi 2 erindi að gefa góð dæmi Þarna er verið að kanna söguna en leiði verið að spekla samtíðina og spá fyrir framtíðina með einhverjum hætti. Nýjasta viðbótin okkar eins og rektor gat í ávarpi sínu eru síðan þjóðfræði eða með nýstofnuðu rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Ströndum, þjóðfræðistofu og það er ofsalega ánægilegt að fá þessa viðbóta á sviði félagsvísindana við okkar starf og áhugi reyndar að við höldum áfram að efla það. Yfir það heila var síðasta starfsár gott. Ég vonaði verðist þess áskynja að starfsemin er óneitanlega að eflast. Innviðir hafa byggst upp og bátakaup nýverið á Húsavík og endurnýjun báts á Suðurnesjum gefur til kynna okkur hafi tekist upp ágætlega með þeim hætti. Þar skiptir miklu máli að við höfum verið með samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið og sem veitti okkur aukafjárveitingu á árunum 2015 og 2016 einmitt til sérstaklega uppbyggingar starfsins og gaf það okkur bæði færi á að ráða fólk og byggja upp innviðina sem er ofsalega mikilvæg. Og eins og komið var inn á í síðasta erindi Sigurðar að þá tel ég að áhrif rannsóknarsetranna á sín nærsamfélag sé rík. Og sama tíma gerum við þessar miklu kröfur til okkar starfsfólks sömu gæðakröfur og í raun og veru öllu starfi háskólans rannsóknir, leiðbeiningu framhaldsnema, birtingar, skrif, útgáfu og fyrirlestrahald og ofan á þetta eru rannsóknarsetrin vel flest í miklum tengslum við sín samfélag, öll í miklum tengslum við sín samfélag og vel flest í verkefnum með til dæmis að taka á móti skólahópum, vinna með einstaklingum, stofnunum og fyrirtækjum í rannsóknum og hagnýtingu rannsókna. Kröfurnar eru miklar en við eigum líka mannauð mikinn sem að ég er á að stolt af. Ég held að starfsemi rannsóknarsetrana hafi sannað gildi sitt við eflingu rannsókna, háskóla og atvinnustarfsemi víða land og án efa auki tengsl Háskóla Íslands við landsbyggðina. Samningur fyrrnefndi við mennta- og menningarmálaráðuneytið rann út síðustu áramót en unnið nú er endurnýjun hans og í því samtali vonast ég til að rætt verði hvernig rannsóknarsetrin geti enn stigið skref í þróun starfseminnar og þannig rennt styrkari stoðum undir hann.
Ég get ekki sleppt í að nefna að framlög ríkisins hafa ekki haldið í við launaþróun í landinu og ef einungis er litið til framlega ráðuneytisins sem hlutfalls af launum forstöðumanna hefur hlutfallið farið úr því að nema 66,5% af launum forstöðumanna niður í tæp 50% á samningstímanum. Þannig auðvitað hefur þetta allt áhrif á reksturinn. Mér langar að þakka rektor Háskóla Íslands og Háskólaráði skólans fyrir þeirra stuðning við stofnunarrannsóknasetra og sá stuðningur hefur skipt miklu máli á liðnum árum þar sem að framlög skólan sjálfs til stofnunar hafa aukist. Sjóðasókn okkar er að aukast á sama tíma eins og rektor nefndi og það skiptir auðvitað verulega máli og einhver leyti er það líka til marks að ég tel þróun og gæði starfsins. Sérstaklega er ánægjulegt að hlutfall erlendra sértekna er að aukast og við ætlum okkur enn frekar að standa okkur í þeim efnum. Það var alveg að lokum að langa með að þakka mínu samstarfsfólki fyrir einstaklega gott samstarf á liðnu ári og ráðgefandi nefnd stofnunarinnar. Framundan er hjá okkur annað starfsár með nýjum áskorunum. Það snúa áfram að fjármögnun, forfestingu samstarfs okkar og deilda innan Háskóla Íslands og stöðu rannsóknarsetrana sem enn hafa bara einungis einn fastan starfsmann. Það held ég að sé okkar helsta áskorun þessar myndir. Þá bara þakka ég ykkur öllum fyrir að koma hér í dag og gefa ykkur tíma til þess að sitja með okkur ársfund stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands. Samstarfsaðilar okkar eru margir og það er sérstaklega ánægjulegt að sjá hve margir fulltrúar þeirra hafa gefið sér tíma til að vera með okkur hérna í dag. Ég ætla að vekja athygli ykkar aftur á áskýrsluna eins og Jörundur gerði hér fyrr sem liggur hérna frammi og vef okkar rannsóknasetur.hu.is. Á næsta ári verður ársfundur okkar haldinn á Bolungarvík. Þannig að þið getur farið að hlakka til að koma með okkur vestur. Ég þakka ykkur fyrir að vera með okkur í dag og við sjáumst vonandi fljótlega.